Já, velkomin að Rauða borðinu eftir langt hlé. Eins og kannski mörg ykkar vita þá var brotist inn hjá okkur og tækjunum stolið og það hefur tekið sinn tíma að byggja stúdíóið upp á nýtt og við vonum að það hefði tekist. Ég sé í loftinu núna til að segja ykkur frá þessu einmitt. Margir spyrja, hefur búið að komast að því hver braust inn, hver stal tækjunum, það veit enginn, náttúrulega þeir sem stálu þeim vita það. Ég held að löggan hafi engan á þessu máli. Ég segi stundum að við séum númer 1763 í rauðinni á löggunni. Hún er að sinna allt öðrum málum. Hún er búin að vera að sinna gæslu og þjóðhöfðingjum í Hörpu og alls konar málum öðrum heldur en það að komast að því hver braustin í samstöðuna og stál tækjanum. En í kvöld eru þetta tveir þættir á dagskrá samstöðunum í kvöld. Það við byrjum á Rauðaborðinu. Þar í lok Rauðaborðsins þá ræði ég við Jón Kristjánsson fiskifræðing en Hafrannsóknastofnun lagði til veiðiráðgjöf sína núna á föstudaginn og ég fer yfir það með Jóni Kristjánssoni sem hefur verið gagnrýninn á aðferðina sem Hafrannsóknastofnun notar, ekki bara í langa tíma, heldur ógnarlanga tíma, í meira en 40 ár hefur hann verið að gagnrýna þetta og sagt að forsendurnar sem liggja að baki veiðiráðgjöfinni standist ekki. Og það sem er sérstakt við það þegar er skoðað hvað Jón sagði að myndi gerast og það sem Hafrannsóknastofnun spáði að myndi gerast, að þá hefur Jón eiginlega alltaf haft rétt fyrir sér. Samt er ekki farið að hans ráðum, samt er farið að ráðum Hafrannsóknastofnunar og munurinn ef við erum að velta fyrir okkur hvað við gætum veitt ef farið væri eftir ráðleggingum Jóns og því sem að Hafrannsóknastofnun leggur til, að þá munar það sko ekki bara tugum milljarða heldur, kannski hundruðum milljarða og yfir tímabilið þúsundum milljarða sem að munar. Þetta er fróðlegt mál og alveg furðulegt hversu lítið er þetta fjallað. Veiði ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar var afgreidd eins og fréttatilkynning í flestum miðlum. Það mætti engin blaðamaður á fundin þar sem þetta var kynnt. Öðruvísi mér áður brá, þá var þetta oft mikið hittamál og mikið þetta deilt. Í dag er þetta þannig að Hafrannsóknastofnun leggur þetta til og það er bara ekkert þetta rætt í okkar samfélagi. Við ætlum að bæta úr því hér við Rauðaborðið á eftir og ræði við Jón Kristjánsson fiskifræðing. Hingað koma síðan verkalýðsforkólfar, Sonja Ýr Þorbjörnsdóttir sem nýverið skrifaði undir samning og hafði sigur held ég í verkfallsátökum BSRB við sveitarfélögin að Reykjavík undan slepptu. Með henni verða Magnús Þór Jónsson sem er formaður Kennarasambandsins og Ragnar Þór Ingólfsson sem er formaður VR. Við ætlum að fara yfir stöðuna í kjaramálunum, samningarnir sem hafa klárast en ekki síður að skoða stöðuna á samningunum sem eru framundan. Það verður miklir átakasamningar, mikið sem að liggur undir, það er allir sem að segja ykkur það, bæði verkalýðsforystan, Samtök atvinnulífsins, Seðlabankinn, ríkisstjórnin, er allir saman á því að þessu mikilvægi samningar framundan. Á eftir Rauðaborðinu þá byrjum við aftur þátt sem við vorum með síðastliðið vor sem að heitir Miðnætti í Kænugarði. Við vorum með þetta í upphafi innrásar Rússa í Úkraínu, vorum þá með þátt á hverju virku kvöldi og fjölluðum ýmsa anga Úkraínustríðsins og við ætlum að byrja aftur með þessa þætti, hafa þá núna vikulega. Torfi Sjött allra hjálpa mér með þessa þætti, hann liggur alla daga yfir í að skoða stöðuna á vígvellinum og ýmislegt sem tengir þessu stríði. Við ætlum að fara yfir nýjustu fréttir af vígvellinum og þessum átökum. En síðan fáum við líka gest, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í Háskólanum á Akureyri. Hann kemur hingað og við munum svona fyrst og fremst ræða við hann svona efnahagslega stöðu Úkraínu sem að stóð ákaflega veikt fyrir stríð. Þar var þjóðarframleiðsla á mann lægri en var við hrun Sovétríkjanna og þar hefur orðið mikil fólksfækkun og einkum meðal yngra fólks og raunverulega stóð Úkraína ótrúlega illa áður en að stríðið skall á og við getum rétt ímynda ykkur hvernig Úkraína mun standa þegar stríðinu lýkur, ef þið lýkur eða þegar þið lýkur. Það er nú talað það að þetta stríð geti jafnvel varað mörg misseri og mörg ár. Förum við þetta í þætti sem að verður hjá eftir Rauðaborðinu Miðnætti í Kænugarði. En ég ætla aðeins að fara áður en að ég tek á móti gestum að fara yfir svona helstu fréttir
dagsins. Það var ný ákæra gefin út í svokölluðu hryðjuverkamáli. Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson eru ákærðir þar fyrir að hafa ráðgert hryðjuverk gegn Alþingi og Gleðigöngunni og lögreglustöðinu og fleira. Hótuðu líka, voru að gæla við það að drepa ýmislegt fólk, meðal annars mig. Það var, kærunni var svona hálfvísað frá, svona hryðjuverka hluta hennar, hann þótti illa ígrundaður, vísað frá héraðsdómi og Landsréttur staðfesti það, þannig að nú saksóknari mættur með nýja ákæru, þar sem kemur meðal annars fram að þeir voru að undirbúa það eða gæla við það, að verður deilt það í dómstólunum, hvort þetta voru hálfkæringsleg tal óþroskara drengja eða skipulögð ráð harðsvíraðra hryðjuverkamanna, voru með að ráðgera það að keyra vörubílinn í Gleðigönguna, keyra það fram og tilbaka og reyna ná að drepa þar svona 100 manns og skjóta svo með hríðskotabyssum á restina. Það kemur fram að Breivik, norski hryðjuverkamaðurinn, var mikil fyrirmynd þeirra og þeir töluðu vel um hann. Og svo kemur líka í ljós að þeir voru í ýmsum tengslum við svona alt-right samtök víða um heiminn og svona heimsmynd þeirra var ansi döpur. Það var vitnað í Morgunblaðinu í skeyti þar sem annað þeirra segir: ég elska óreiðu, fólk má deyja mín vegna, varla til sú manneskja sem hefur sýnt mér kærleika nokkuð tíman á ævinni, fólk almennt viðbjóður, pláa, djöfull tekið marga með mér þegar að því kemur. Þetta má lesa í nýrri ákæru. Silvio Berlusconi dó í dag, hann var 86 ára gamall. Hann saman hvaða skoðanir menn hafa á Berlusconi, þá hann það sem myndi kallast merkilegur stjórnmálamaður. Hann var sömuleyti fyrirmynd margra og ruddi brautina fyrir svona ákveðna tegunda stjórnmálamönnum. Það stundum sagt að fólk eigi að fylgjast með stjórnmálum í Ítalíu, því það sem gerist á Ítalíu gerist síðan nokkrum árum seinna í öðrum löndum. Og sömuleyti Berlusconi kemur svona út úr kuldanum, bara annars staðar frá inn í stjórnmálum, með loforðum að laga þau og lækna, svipað og Donald Trump gerði í Bandaríkjunum. Hann sneri svolítið stjórnmálunum þannig að hann var ekki með sterkan flokk á bakvið sig, heldur lét hann eiginlega stjórnmálin snúast sig sjálfan, svipað og Putin í Rússlandi og Viktor Orbán í Ungverjalandi, jafnvel Boris Johnson í Bretlandi. Þið munið það, þegar hann var forsætisráðherra Íhaldsflokksins, að þá var það allt annar flokkur en það í dag og hafði verið áður. Og við sjáum svona merki þessa á fleirum, eins og Macron sem kemur innan úr einhverjum banka og allt í einu orðinn forseti Frakklands og með meiri hlut á þingi sem hann reynda búin að missa síðan, í kringum einhverja hreyfingu sem eiginlega bara hann sjálfur, engin raunveruleg stjórnmálahreyfing. Að sömuleyti Berlusconi svona forveri þessara breytinga sem að koma, og ef að fólk trúir þessu þá ætti það að horfa til Ítalíu í dag, þar sem að fasistarhreyfing Mussolini hefur náð völdum í landinu. Kannski kemur það hingað. Það var líka í fréttum að sjálfstæðismenn vilja halda Jóni Gunnarsssyni, dómsmálaráðherra. Hann búinn að vera mjög atkvæðamikill ráðherra, verður að segjast. Ég held til dæmis að við rauðaborði núna í vetur höfum við fjallað meira mál sem að Jón Gunnarsson hefur verið með á sínu borði heldur en allir sjálfstæðisráðherrarnir til samans. Framganga hans í málefnum innflytjenda, vopnaðingur lögreglunar og fleira skorar svolítið vel inn í sjálfstæðisflokknum. Mörgum sjálfstæðismönnum þykir þetta að vera eitthvað sem sjálfstæðisflokkurinn ætti að standa fyrir. Óttast það ef að Jón Gunnarsson víkur og þessar áherslur láti eftir, að þá geti fylgi runnið yfir til dæmis til Miðflokks Sigmundar Davíðs, sem að hefur, eins og við farið yfir hér við rauðaborðið oft, að stundum eru þeir í metingi niður í þingi, hvor meira sammála hinum. Þeir eru eiginlega mjög samrýmdir í öllum málum sem tengjast innflytjendum, vopnaðingur lögreglunar og svona þessari tilfinningu að það þurfa að beita hörku gagnvart einhverjum breytingum í samfélaginu.
Það kom frétt í dag það að Sigríður Margrét Oddsdóttir verður næsti framkvæmdastjóri SA, tekur við af Halldóri Benjamín sem að hætti í SA og komin núna í fasteignafélag, orðinn forstjóri Reyins, ætlar að sameinast Eik í Kauphöllinni. Sigríður Margrét Oddsdóttir búin að vera forstjóri í Livju, hún var forstjóri í já.is þegar að það símaskráin var eiginlega einkavædd út úr Landssímanum, ég held að það verið einkavædd áður en að síminn var einkavæddur, en hún var líka forstjóri Skjásins einu sinni. Ég nefndi Sigmund Davíð hérna áðan, hann var líka í fréttum, hann var í viðtali núna í morgun, í dagmálum á Morgunblaðinu, þar sem hann var að tala, einmitt svipað ég var að segja áðan svona að heimurinn versnandi fari og það þurfi að beita svona meiri hörku í samfélaginu, halda upp í skikki í samfélaginu. Hann sagði þar, hann vissi, hann vildi segja það, hver stóð á bak við Klausturmálið. Ég vissum að þetta kom mörgum á óvart að heyra þessa frásögn, að stæði ykkur á bak við Klausturmálið. Ég man ekki betur en þar hafi setið ykkur í kallar, reinkona líka, á drykkju á Klausturbar og það óð og súðum á þeim. Ég veit ekki hverju þú getur staðið á baku það, hvort það kenni ekki sér svo eitthvað að þau fyllt kallana eða komið í hausina á þeim með þessum undarlegu hugmyndum sem að voru tekin upp á síma Báru Halldórsdóttur. Við vorum með eina frétt í morgun á samstöðinni, samstöð.is, það fréttavefur okkar, ég vekka athygli á því. Við vekja athygli á einni frétt sem að fyrir svona var mengunarvaldarnir setja sjálfir reglunar. Það fjallaði svona þessi röð hneykslismála sem hafa verið í endurvinnslunni, þar sem að komið í ljós, þar sem Bjartmar blaðamaður hefur leitt í ljós að sorp sem átti að endurvinna var gleymt í vöruskemmum einhvers staðar út í sveit í Svíþjóð, og það fernur sem átti að endurvinna voru brendar í Hollandi, þið kannast við þessar fréttir. Og það sem við vorum að reyna að draga fram í samstöðunni að það úrvinnslu sjóður sem að setur eiginlega leikreglunar í þessu. Hann á að sjá það að endanýtanlegt sorp sé endurunnið. Hann gerir það með því að leita samninga við einhverja sem taka að sér að endurvinna það. Og þeir samningar sem hann gerir lagðir til grundvallar að gjaldinu sem lagt á innflytjendur og framleiðendur út af vörunni sem framleiða, umbúðunum sem nota. Þar af leiðandi ef að sjóðurinn nær góðum díl, ódýru verði, að þá lægra gjald á fyrirtæki sem að flytja inn eða framleiða. Og maður velti fyrir sér hver líklegasti til þess að bjóða lágt verð fyrir að endurvinna sorp. Það náttúrulega þeir sem ætla ekki að endurvinna neitt, heldur geyma það bara í vöruhúsi upp í sveit í Svíþjóð eða brenna það í Hollandi. Og það kannski ástæðan fyrir að sjóðurinn velur helst þá sem að rukka minnst, því að þá gjaldið sem lagt á fyrirtæki lægst. Og það vill svo til að meiri hlutinn í sjónum, í stjórn sjóðsins, einmitt hagsmunaaðilar fyrirtækjanna. Það samtök verslunar og þjónustu, fyrirtæki í sjávarútvegi, samtök iðnaðarins og slík félög sem að mynda meirihlutann, sem að hafa hagað því að halda gjaldinu sem lægstu. Og ég held að fólk ætti nú að velta því fyrir sér hvort að það sé kannski ástæðan fyrir því að það ekki verið að endurvinna sorpið, heldur verið að brenna það eða fela það eða svindla þessu, því að þeir sem eru með meirihlutann í stjórn úrvinnslusjóðs eru fyrirtækin sem að þurfa að borga gjaldið. En þetta var nú fréttayfirliti núna. Við ætlum að halda áfram að ræða fréttir hér eftir örskamma stund við 3 verkalýðsforkólfa, eins og sagt eftir augnablik. Já, velkomin aftur á Rauðaborðinu. Hér eru komnir 3 verkalýðsforkólfar. Ég segi þetta er eitthvað sem ég var sagt þegar ég var barn. Er þetta ekki bara heiðursheiti að vera verkalýðsforkólfur? Klárlega. Bara hljómar óskaplega vel, sko. Það bara ekki spurning. En hérna Magnús Þór Jónsson, þú formaður Kennarasambandsins, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Þú varst að klára samninga, nýbúin að aflýsa verkfall. Hérna var þetta ekki bara, ef maður myndi segja 0 var engin árangur, 10 var bara frábær árangur, var þetta ekki svona 9,6?
Þú veist, við komumst alltaf langleiðin í áttina okkar markmiðum. Þegar við lögum á stað í baráttuna að þá að það sem var útistandandi var krafan okkar upp á 128 króna eingreiðslu vegna launamunar okkar fólks samborið fólks sem starfa þeim við hlið. Og síðan vorum við þá að krefast þess að yrði aukagreiðslur fyrir lægstu launin til þess að hækka þau eins og það verið gert í Reykjavíkurborg í kjölfarverkfalla Eflingar 2020. Og svo sömuleiðis, það sem þau náðu fram Eflingaborgin 2020 var þá sérstaka greiðslu fyrir þessi starfi í leikskólum og í heimaþjónustu. Og þetta voru kröfurnar. Það var þarna sem að... Plús svona það sama og hinni fengu. Hvað sér þau? Plús það svona það sama sem að kom úr samningi starfsgreinasambandsins og það. Já, það var umverulega komið að hann að koma að verkfallunum. Við vorum búin að semja launatöfluna og ganga ára. Það er sérstaklega frá sveitarfélögum að þetta. Já. Og til þess að jafna leikinn þvert á sveitarfélögin og náttúrulega líka innan sveitarfélaga. Þú veist, það sami atvinnurekandi sé að borga sömu laun og hafa stéttarfélagsaðild. Og ég meina að niðurstaðan er að lyftingin á lægstu laununum kemur frá 1. apríl og á starfsetum frá 1. október og síðan var það sem réði úrslitum til þess að myndu ná saman nóttina var að innanhús til að sátta sem er 105.000 króna sáttagreiðslu. Sem er á móti þessum 126.000. Þetta var sáttagreiðsla til þess að ljúka deilunni eins og það er orðað innan úr stilluðinni. Íviður lægri. Já. Og eiginlega miðast við eða ekki hækkunina sem að var á lægstu launum. Jú, þú veist, það er 35.000 sem að fólk er að lágmarki að fá í hækkunin samkvæmt launatöflu og þá sinnum 3 áttu komin 105. En ertu ánægð með árangurinn? Ertu ánægð með, þú veist, verkvöllin, samstöðunum í félaginu? Árangur sem þið náið? Það er náttúrulega sem stendur upp úr, er þessi bara ótrúlega samstaða. Við sáum það bara strax þegar við fórum í atkvæðagreiðslurnar, hvað var bæði góð þáttaka og þú veist, þetta voru á bilinu 90-100% sem er að segja já við verkvöllunum og þau, þú veist, það var aldrei neitt bilbugur á þeim. Þetta voru svo 4 vikur í verkvöllum hjá sumum sem að byrjuðum í 4 sveitarfélögum fyrstu vikuna og búið að vera talsvert langur tími og þau búin að mæta alls konar mótlæti, voru búin að mæta og afhenda sínum bæjarstjórum bréf í söðra landi og sumstaðar ekkert fengið blíða móttökur. Það var að okkar mati verið að fremja verkfallsbrot eftir að sambandi boðaði alla stjórnendur leikskóla á sinn fund og okkar mati var það svona að vera etja fólki saman inn á vinnustöðunum. Svo upplifum að leikskólakennarar og stjórnendur væri bara milli steins og sleggju og hreinlega bara fengum sögur af því að þau bara sögðu þegar þau komu inn verkfallsverðni bara sjáu það eru verið að fremja hann verkfallsbrot og líka bara því að það urðu alls konar svona rifrildi og bara, já, þú veist, þetta var, maður á ekki að gera þetta svona, þetta var alltaf hart, það þarf að líka að lifa verkvöllina af og þetta eru þetta fólk sem er bara að sækjast eftir, þetta er réttlátt og sanngjarnt krafa sem voru með, en þau bara, það var alltaf mjög skýrt og af því það var alltaf stöðutekk á hverjum degi, þetta eru 11 aldarfélög og svo var alltaf að gefa mig ekkert eftir. Það var magnað. Þetta gáði eftir. Já, svo þurfum við að koma að þessum tímapunkti, hvort við ætlum að halda áfram í lengri tíma upp á það, þú veist, þetta er svona bitamunurinn ekki fjár, sko, þú veist, að þá var þetta niðurstaðan. En þessi, atkvæðagreiðsla hvort eigi að fara í verkfall, að það er bara afgerandi meirihluti sem að vill það. Og það kom líka í ljós í verkfallum Eflingar í vetur, og þeir sem að mæta á kjörstað, bara afgerandi meirihluti vill fara í verkfall. Maður gæti dregið ályktun að þetta væri svona merki að það kraumaði svolítið í verkafólki. Að það vilji bara fara í einhver átök til þess að sýna fram á styrk sinn og bara vægi sitt í samfélaginu, mikilvægi sitt og annað slíkt. Finnst þetta fyrir oftúlkun eða? Sko í þessum aðstæðum að þá er það þannig að okkar fólk byrjar að hringja í febrúar og náttúrulega þau eru bæði reið og sár yfir því að þau séu nú sömu vinnustöðum okkur annar sem búin að fá hærri laun og það sem við erum að nefna þú veist, nú erum við búin að standa á okkur COVID, búin að færa alls konar fórnir af því að þetta var fólki sem mætti vinnu og var endurskipuleggja starfsemina og gera alls konar til þess að mæta faraldrinum og síðan þá bara, þú veist, það fekk ekkert aukalega fyrir og svo bara bæta gráa og svart og þú veist, launið eru á bilinu 470.000, 10% verðbólga og þau ekki einu sinni að vera á sömu launum og mannskjæn við hliðina á sér og þá þetta koma spurningar svo byrja ég minna virði, þú veist, það var ekkert minna ála hérna janúar, febrúar, mars og svo framvegis þannig að auðvitað er það kveikjan, þú veist, að þessum deilum en ég hef alveg velti fyrir mér hvort að það hefði hvað sem verið tilbúið til þess að leggja niðurstöður, til þess að knýja fram betri kjör.
kannski hefur ekki valkost upplifað að þeir eru bara svo lágum launum og eru í svo miklum erfiðleikum í verðbólgunni að það upplifað bara að það verða að gera eitthvað. Já, ég meina það getur líka verið hlutaði. Þú veist, þetta sannlega skref í rétta átt en við erum svo aldeilis langt frá sko að fólk geti lifað mannsamandi lífi og það sem að þarf við þetta að horfa til síðan til framtíðar ég meina við horfum á það hverjir standa eru vestaddir í þessu samfélagi, þá eru það börn og það eru það börn öryrkja og einstæðra foreldra. Þú veist, ef við ætlum að byrja einhvers staðar að þá þarf auðvitað að auka stuðning stjórnvalda til þessara hópa og sömuleiðis síðan í kjarasamningum sem koma að halda áfram að sko þrýsta botninum upp og það eru auðvitað mjög margir sem að svona nefna þetta að meðaltekjuhópurinn hafi verið skilinn eftir og maður skilur þetta sjónarmið að þegar samningarnir hafa verið yfirleitt krónutöluhækkanir að hort mest á að hlutfallslega mestu hækkan að fara til þeirra sem eru á lægstu laununum en sko ef við horfum á þetta líka eins og stöðuna erlendis að þá er lykilatriði fyrir allt launafólk að botnin á honum sé þrýst upp og þannig að það græða allir á því. Það segja þeir sem eru á lágu laununum, ekki endilega þeir sem eru á Nei, við erum basically með fræði sem að sína fram á það, sko, þú veist, ef þú ætlar að þannig að meðaltekjuhópurinn sunki ekki niður með lágtekjuhópnum, að það var það íta frá botni, sko. Og það er besta vörni fyrir millitekjufólki, gæti einhver haldið fram, væri að halda upp í lægstu laununum, því annars dunkar millitekjufólkið. Ragnar, hvernig túlkarðu þess að vilja fólks til að fara í verkvöld og fara í átök? Ég held að það sé bara, endurspegli bara svolítið ástandið í þjóðfélaginu og bara lífskjör fólks almennt. Það er tilbúið til þess að berjast fyrir hlutunum og ég held að þetta endurspegli svolítið í svona meiri krafti og í verkalýðshreyfingunni og hvað að segja sem hefur svona einkennist svona þessi síðustu ár þegar ég er að byrja í þessu allavega, þú veist, þá hafði þessi barátta einkennst af afskaplega mikil meðvirkni og andleysi og þó að fólk geti einhverju kannski skilgreinda sem einhvers konar átökunar hreyfingarnar, þá er þetta rauninni bara hef ég sagt að hreyfingin er bara í sínu allra besta formi. Hún getur hlaupið upp á niður stiga á þess að vera móð og hún er bara kraftmikil og öflug og ég held að það Þannig að verkvöldin hjá BSRB finnst að vera inspirerandi fyrir bara hreyfinguna í heild. Algjörlega. Ég er bara ekki nokkur vafa. Þegar við boðum til verkvöldana 2019, það fyrsta síðan 1988, 30 ára sögu vaffer, og sem varði eitthvað rúm og sólarhring eða svo, að það var samþykkt með rétt rúmlegum meirihluta, held ég bara með minnsta mun, og það var mjög svona afmörku stétt og en kannski endurspegla svolítið kannski bara félagasamsetningun, hún er mjög ólík á milli félaga og hún er mjög breið hjá vaffer, við erum með allt tekjubillið og allt mentastíð og ekki allir sem eru endilega hlindir verkvöldum, en ég held að ef við sjáum bara þegar Efling fer í verkvöldin núna síðast, hvernig orðræðin var þá gegn forystu Eflingar og félaginu og síðan hvernig staðan er núna, þú veist, það er miklu meiri skilningur og stuðningur við þessar aðgerðir BSRB og ég fann allir á stjórn VFR og bæði stjórn Landssambands verslunarmanna að við vorum fljót til að senda út stuðningsyfirlýsingar til þess að styðja félag okkar og sem að verður vonandi bara undanfara því að við getum náð breiðari samstöðu í okkar vegferð núna eftir áramótin þegar samningar losna á almennum markaði og síðan í kjölfarið fleiri samningar opinberum að það þarf að fara í einhverja meiri háttar núllstillingu á efnahagsstjórninni og þessari vegferð sem stjórnvöld eru á. Við náum enga veginn utan að vandan með kjarasamningum einum og sér. Það gefur auga leið með hvernig staðan er á húsnæðismarkaði og bæði hvernig húsalegan hefur þróast og sömulegis líka afborganir lána og það sem er náttúrulega öðruvísi núna eins og við hrunið að hér bara drýpur smjöra hverju strái í atvinnulífinu. Hagnaður eftir skatt var hjá fyrirtækjunum samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 761 milljarðar fyrir skatt 2021. Það nýjastu tölu sem við höfum. Bankakerfið hefur hagnaðast yfir 150 milljarða á síðustu 2 árum sem er tvöfalt meira heldur en kjarasamningar kostuðu á almennum vinnumarkaði og það er stöðugt verið að reyna að skella skuldinni á
vinnandi fólk og verkalýðshreyfinguna fyrir að vera á gráðug þegar opinbera tölur sína allt annað. Þannig að ég held að þetta sé bara, ég held að við séum á góðri leið, þar að segja, ég meðust bara BSRB hafa staðið sér frábærlega í þessari vegferð og ég held að hvernig þetta var unni hjá þeim, kynnt og framsett hafi bara verið til mikilvæg fyrirmyndar og þá ég að tala í ljósi þess að við munum þeirra taka við þessu kefli núna í janúar og ég nokkuð fullviss það að þeir samningar munu ekki ganga átakalust fyrir sig. Ég held að það blasi við öllum sem að vilja sjá með við hvernig bæði seðlabankastjóri og stjórnvöld tala. Magnús, hvernig? Já. Gátu með árangurinn hjá BSRB? Ólíkt þeim þá kannski erum við kennarar annarri verkvöldum heldur en þau voru að lýsa hérna. Við erum alltaf búin að frá þeim tíma sem að Ragnar lýsir, það voru búin að vera 5 verkvöld á vegum kennarasambandsins, 6 fyrir ekki og mörg þeir ansi stór og löng og erfið. Og ég tek alveg undir það sem að kollega mínir hefa sagt hér undan að við greinum það mjög sterkt inn í KÍ að fólk alveg tilbúið í átök, það bara þannig og við Sonja sátum nú í 2 mánuði mér á minnaðleist að ræða ákveðin útværslu á samningi sem tengist skerðingu lífeyrisréttinda sem eru núna komið í andlitið á okkar fólki að þá fengum við alltaf mjög sterk skilaboð okkar baklandi að fólk var tilbúið í átök, það fór endar ekki þannig þetta skiptið, við töldum okkur vera með samning sem við sættum okkur við hérna núna en við finnum alveg þennan tón og þegar BSRB komið í verkfall þá það þannig að í kennarasambandinu þá hvað getum við orðað bara þannig, það rík hefð fyrir því að verkfall virki, við höfum alveg haft það þannig að það til þess að ná stórum sigrum í kennarasamningu gegnum tíðina þá hefur það kostað mikil átök, 5-6 vegna verkvöld, ég náði 2 að ég fór að stjórnast og þetta bara það sem við erum reiðubúin að leggja á okkur og ég alveg sammála því við eigum verk hérna fyrir höndum í næsta vetur og jafnvel næstu vetur því að það ýmislegt þarf að leiðast og laga. Þetta kannski partur á alheimshreyfingu, ég komin frá Norðurlandafundi þar sem hafa verið verkvöld í Finnlandi, Noregi, Svíþjóð í opinbera geiranum þannig að ég held að einhvers konar svona hreyfing í þeim anda að menn vilji einmitt eins og Ragnar lýsir svolítið endurstilla kerfin. Ég held að það sé einskorast ekki bara við Ísland en ef við horfum bara á okkur þá það alveg augljóst mál að við getum ekkert setið undir því hvernig borðan hefur verið reyna alveg frá því að gerðu samningur á almenna markanum í nóvember og menn einhvern veginn þar með búin að stilla upp einhverju módeli sem við fengum að heyrum merki einhvers og einmitt verða alltaf henda á borðið hvers slags ábyrgðarleysi væri á höndum launþega. Þetta auðvitað bara orðræða sem við hljótum að snúa við því að það svo augljóst og ef það var ekki augljóst fyrir þá það einhvern veginn augljóst núna að það ekki hægt að segja bara það að launakjör hjá bara launþegum sé það sem að stillir af. Ég hlustaði á nýjan framkvæmdastjóra SA í fréttunum áðan lýsa því að lífskjörin væri svo frábær í landinu. Þau það bara ekki. Og hvenar við fáum einhverju umræðum það verður bara svolítið held ég okkar að búa til. Því að þetta er svona mantra sem hefur verið þulin upp. Þú vildi ekki hafa áhrif á launafólk sem kýs með verkvalli. Já, bara þetta er bara mantra sem algjörlega, einhver elíta bara er að segja fyrir sjálfan sig. Ég er alveg fullviss það ef hefði komið til aðgerða í okkar kjarabaráttu við sambandi sem að svona þá hef ég trúið því, við hefum fengið sömu niðurstöðu. Það kom mér ekki óvart þó ég hef verið glaður að sjá það hversu óbúslega sterk stuðningsyfirlýsing var til handa BSRB. Þá kom það mér ekki óvart. Þetta er það sem við erum að finna að fólk, auðvitað fer maður ekki í verkfall bara til þess að berjast fyrir engu en við finnum það alveg að fólk er tilbúið að leggja sitt af mörkum, því þetta er ekkit annað. Herrandi einhvers konar hafandi tekið þátt í verkfall, það úr ferðinni verkfall, þá ertu að taka þátt í þinni baráttu, þá það ekki bara við sem að sitjum í þessum skrýtnu raunveruleikanir í Borgartúni að ganga frá einhverjum orðum á blaði. Þar með fólk verið að sýna fram á það vill fá bætur og það er bara það sem við erum að greina allavega inn í mínu stéttarfélagi. Þú nefnir verkfall í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi. Það var athyglisvert að Ásgeir Jónsson var að tala íslensku verkfallshreyfinguna. Hún var eiginlega sér á parti að vilja fara
fram á kjarabætur á meðan það væri, eins og hann sagði, bara allt með kyrru kjörum, allt starfanastar, en á sama tíma eru verkvöll, eins og þú segir, í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi, það eru verkvöll víða í Þýskalandi, í Frakklandi, í Bretlandi, eiginlega í öllum stéttum. Þannig að það var margt sérkennilegt fannst mér í þessu ágæta viðtali að það sem var eftir honum haft, en þetta var eitt af því, það var akkurat á þessum tímapunkti, þá vorum við bara á fundi með kollegum okkar í kennarafélögum á Norrlöndum, þar sem að menn hafði þurft að hafa mjög mikið fyrir hlutunum, sko. Þannig að það var bara eitt af þessum atriðum sem að mér fannst nú ekki kannski alveg hæfa og passa vel inn í þá orðar þessi þarf að verða, ef menn ætla að ná árangri án átaka, þá eins gott að menn fara að tala á annan hátt og kannski hafa sér annan hátt er að sína núna, ég held það sé alveg ljós. Ragnar, þú talar breiða samstöðu, ertu að tala breiða samstöðu innan ASÍ, ertu að tala samstöðu ASÍ með BSRB, Kennarasambandinu og opinberum starfsmönnum? Ég er henni bæði, vegna þess að eins og ég sagði áðan, að við náum ekki utanum stöðu fólks með í gegnum launaliðin einan saman. Það þarf miklu meira til að koma og kannski, og annað líka, við náttúrulega erum í töluverðum vanda vegna þess að það er ekki mikið traust til á milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda. Það sem að lítið annað en vanemdir á svona fyrri samningum einkenna svolítið samskipti og samninga okkar við ríkisstjórnina, eins og til dæmis með Keldnaholti sem við áttum að fá undir hagkvæmar íbúðir, við áttum að fá endurskoðun á húsaleigulögum 2019 líka, þú veist þetta er 2019, það verða 4 ár síðan og samhliða lægri vöxtum átti að fara í að þrengja að verðtryggingunni, það átti að fara í mótvægisaðgerðir bæði með á framboðsliðinni og sömuleiðis líka varðandi lánahliðina. Það átti að taka húsnæðisliðin úr vísitölunni og ég held að við getum öll átt á okkur á hvað það hefði haft áhrif á verðbólgu hér síðustu 2 ári ef að það hefði tekist að klára það loforð á réttum tíma. Þannig að það er ekkert trausti staðar sem að gerir náttúrulega stöðuna ennþá flóknari, að þú þurfa að fá viðsemjanda einhvern veginn að borðinu sem að þú getur ekki treyst eða treystir ekki fyrir horn. Ef maður standi við nokkuð skapaðan hlut sem mann segist alltaf að gera eða lofar eða hreinlega skrifar undir að leysa. Þannig að það er eitt vandi. Mér langar kannski aðeins að koma inn á varandi þessar sérstökur svona yfirlýsingar seðlabankastjóra varandi nafnlaunahækkanir á Íslandi og þær séu fordæmalausar og alltaf helmingi hærri hér heldur en annar staðar. Þetta er svolítið athyglisvert, við erum búin að vera að taka þetta saman í töluverðan tíma síðustu 3-4 ár eiginlega að verða sem við höfum verið að fylgjast með kjarasamningum í allstaðar á Norðurlöndunum og svo í Evrópu og setta þær í tímalínu hvaða eingreiðslur metið samningana, þú veist, út frá lágmarkslaunum og svo framvegis eingreiðslur og reynda að koma að staði. Þetta er gríðarlega mikil og umfangsmikil vinna vegna þess að kjarasamningar til dæmis í Skandinavíu eru eins og í Svíþjóð, þetta eru mikið svona fyrirtækjasamningar, gríðarlega margir, þú veist, það sér samningur við þetta fyrirtæki, það sér samningur við IKEA og svo framvegis. Og eftir að svona grófa út þetta okkar að fara í gegnum þessar tölur að þá er þetta bara þetta stendst akkurat enga skoðun, við erum kannski meðalagi, þú veist, við getum tekið Mercedes-verksmiðjurnar í Þýskalandi, það var farið í kjarasamningunum sem að var farið núna í febrúar, held ég hafi frekar en janúar, hann skilaði 30% með öllu, þú veist, það voru ekki bara launahækkanir, það var eingreiðsla launahækkun og síðan aðra breytingar, bara sem dæmi. Ég held að lágmarkslaun voru hækkuð á þinginu í Þýskalandi, ég man ekki alveg töluna, það var vel yfir 20%. Meðal annars. Það var ekki alveg á heilu ári, menn það hefur verið svona 14 mánaða tímabilið, það var gríðarlega. Við líka, á fundu þjóðarsins og þar var Kristján Þórður með mig síðast, það voru nýkomin heim frá Finnlandi, þar sem við hitt norræna kollega, heildarsamtaka launafólks og vorum auðvitað að skiptast á skoðunum og ræða þetta, þú veist, hvernig fóru kjarasamningarnir hjá ykkur og þú veist, og þar er þetta aðeins öðruvísi eins og við þekkjum, heildarsamtökin hafa miklu meira um það að segja og mörg þeirra sögðu, þetta verið fyrsta skipt sem atvinnurekendur mættu til leiks og sögðu ekki þessar línu sem fara alltaf með það er ekki til peningar, allt inni bara voru raunverulega til peningar
og síðan þá hitt að þau voru að semja umfram verðbólgu og við mitt, þú veist, af því að það náttúrulega á sér stað samtala á þessum fundum og þá voru við Kristján Þórður bæði að benda á þetta ítrekað við Seðlabankastjóra og við fulltrúa ríkisstjórnarinnar. Þannig að það kemur svo, þú veist, það stundum, þú veist, ég meina þó við séum eyja, þá erum við ekki bara inn í einhverju myrkum kjallara, sko, þú veist, við fáum alveg fréttur utan á heimi. Já, nákvæmlega, ekki bara með skipum, sko, þannig að og líka bara öll þessi orðræða, þú veist, ég held líka bara heilt yfir eins og það sem vorum að byrja, þú veist, þegar því ég stöðut haldið fram þegar við að tala að þurfi að rétta hlut ólíkara hópa út frá hvað stöðu þeir eru, þá kemur alltaf svari bara jöfnur eru hvað mestur hér á landi, saman bara við önnur lönd í heiminum og þú veist alltaf þessi sama orðræða, en ég held að það sé líka hluti af ólgunni, að það svona, þú veist, þetta svolítið gaslýsing á ástandinu, já, bara ég ætla ekki að horfast í við ykkar aðstæður, sko. Bara eins og þegar eldri borgarar er að tala bara skelfilega stöðu margra sem eru, já, bæði öryrkja og eldri borgara sem eru í afar slæmri stöðu og mjög þröngri að þú veist, þá einmitt þetta þessi möndri, þú veist, nei, þið hafið það bara rosalega gott þú veist, það sem þið að segja er bara ekki rétt og eins og segið, þú veist, þetta getur verið stundu svolítið þreytandi að standa í hversi orðræðu sem sko varin að Seðlabankanum og náttúrulega ríkisstjórninni fjármálaráðherra aðalega og Seðlabankastjóra að fara fram með sko málflutning sem að eins og sé stenst ekki nokkra einustu skoðun og skilja eftir marga þætti. Ég hlustaði nú á viðtal við Ásgeir Jónsson núna á Sprengisend á sundaginn og þar myndist hann á flókið viðtal, verð ég að segja, ég hlustaði á það. Það farið svona alveg út og suð já, það svolítið svona andri reynsla að hlusta á þetta. Já, ég gafst upp reyndar en það sem að ég náði á þessu til dæmis var það að hann var að bera mitt saman nágrannlöndin og okkur hérna á Íslandi og var að tala með þessar nafnlaunahækkanir. Auðvitað getum við fundið dæmi lönd sem að hafa verið með lægri hækkanir heldur en okkar og flesti kjarasamningar sem ef við kallum það verðbólgusamningana hafa verið gerðir eftir áramót, en við vorum með okkar samninga í desember, ef við tökum almenna markaðinn, og hann viðurkennir það þó að verðbólgan, að við séum að eiga við rauninni sömu verðbólguna og aðrir, eða önnur ríki og samanburðarlönd, nema að það að við erum svo heppin að vera mikið að kynna ekki hús með gasi og rafmagni, en síðan dregur hann streiki í standunum og segja að við skerum okkur svo úr hér vegna þess að hér hafa raunlaunahækkanir verið svo miklar. Hann skilur algjörlega eftir húsnæðismarkaðin sem er langstærsti áhrifavaldur verðbólgu í Íslandi síðustu ár og ekki áratugi. Og þetta svolítið athygli. Maturinn byrjar að keppa við húsnæði, maturinn byrjar að hækka fárlega mikið. Ég nú bara að tala sko það sem að hann málfræðing hann, en við vitum öll að þetta hagnaðurinn í verðbólga. Við erum með tölurnar fyrir framan okkur og það verðist engum máli skipta, möndururnar eru bara sagðar og sagðar nú oft, þannig að ég þeirra vona sem flesti trúi því. Og það held ég sé kannski akkurat málið, að sko, þessar möndurinn þar ekki að fara að virka og það held ég skiptir bara mjög mjög máli að BSUB kannski náttúrulega ríður á vaðið hérna opinbera megin með það og Efling gerði þetta líki í vor þráttur í rosalega nágang því ég var hérna með Kristjáni fljótlega eftir það að þessi mantra hún ekki að fara að virka og það bara skiptir máli að þeir sem að fara að tala fyrir þessar möntur áfram þeir átti sig á því að þetta gerir ekkert annað en að íta fastar í fólk að einmitt að taka þátt í því að breyta þessu. Þetta auðvitað bara ekki það sem að fólk að upplifa. Það bara einhvern veginn þannig sem það og það einhvern veginn, ég verði aukinn það kemur alltaf einhvern veginn óvart að við séum ennþá á þessum stað, til dæmis sér í þetta áðan að lýsa þessu, að þessi aðalmáli núna sé að halda þessari frábæri stöðu sem við erum í, þegar mér hefur nú fundist eiginlega sama hvert okkar hefur verið að ræða þá hefur nú svolítið verið að lýsa því og það nú ekki 300 eða 200 maður sem svolítið standa að baki þessum standtökum okkar. Þannig að mér finnst svolítið einhvern veginn eins og einmitt kannski innan þjóðhagsráðs og fleiri stöðum þá hefur þetta svolítið bara einhvern veginn verið einhver lína sem er reiknað með að verið dregin og það auðvitað kann ekkert góðurleika að stýra. Sem er í anstöðu mikil meiri út af þjóðina. Já, það held ég. Það er allan mín tilfinning að ef að menn, að því Ásgeir vísa nú stundum í það að fara að kalla eftir einhverja ábyrgðartilfinningu þá er þetta ekki það. Að mínu viti ef það á að vera ábyrgðartilfinning þá er löngu komin tíma að setjast niður og reyna að finna einhverja leið sem verður ekki helguð einhverjum bardaga því að
Það er bara... Finna leið og Sonja vill lyfta botninum sem að þýðir líklega krónutöluhækkun. Já, ég meina sko stóra málið er samt líka stuðningur stjórnvalda. Þú veist, það þarf að endurskoða barnabótakerfið og það þarf að búa til eitthvað sérstakar stuðning fyrir einstæða foreldra og svo er, þú veist, talandi þetta þegar það er, já, þú veist, þegar mér finnst svolítið vera að afbaka það sem að raunverulega staðan er að þá, þú veist, þegar maður talar einstæða foreldra þá koma alls konar svörum sko foreldra samvinnu og það þurfi bara að gera hlutina betur og það er ekki til nægilega greiningar á því hverjir eru þá alfarið einir að standa undir börnunum sínum og eitthvað álíka. Það er ekki til nógu góða greiningar. Nei, af því að þú veist, ég meina börnin geta, þú veist, að bara farið eftir lögheimilum en það er þá ekki raunverulega hvort það séu báði foreldrar að deila kostnaði og líka kannski erfitt að fylgjast með því hvort að annað foreldri sé að borga fyrir kuldagalan eða íþróttanámskeið og svo framvegis. En þá bara ekki skipta henni máli, þá bara stuðla því að báði foreldrar út frá þeim tekjum sem þau hafa geta staðið undir mannsamandi lífi, ekki bara lágmarksnauðsynjum. En síðan náttúrulega er húsnæðismarkaðurinn eins og búið að koma þetta inn á og leigubremsan. Sko ég skil heldur ekki, og það er líka hluti af þessu sko, að vilja aldrei horfast í augu við það að, sem er þó aðeins að byrja núna, þú veist, ástæðan fyrir verið svona stöðu er þessu ofsa trú á að markaðurinn myndi leysa öll mál. Og það er svona aðeins að breytast tónninn hjá einhverjum af þeim sem er í ríkisstjórninni núna og í meirihluta, en þú veist, til miður, þá er alltaf staðan svo og það tekur tíma að byggja upp, þú veist, þannig við munum ekki leysa þennan vanda á einni nóttu og þá kemur þetta hitt, hvernig ætlar að styðja við fólki sem er ekki endur sama vegna kostnaðarins að því að vera á leigumarkaði. Má ég spyrja þig krónutöluhækkunina því að þú ert svona með stétt sem er ívið skár launuð heldur. Mín stétt er náttúrulega svolítið kannski eins og Ragnar vísar í, það er meira tekjubil. Það eru aftur á móti einstaklingar sem eru bara algjörlega í kennarasambandinu sem eru bara í haldast í hendur við fólkið hérna Sonju inn á leikskólanum og við erum auðvitað á þeim staðnum að vera með mjög breytt bil og krónutöluhækkanir hafa vissulega farið illa inn í samningana okkar. Við höfum verið á þeim stað að vilja lyfta upp þessum við kallum menntun skipti máli og við þurfum að verðleggja hana. Í okkar tilviki, því að Ragnar myndist að þetta náða, það var ákveðin loforð og hluti sem að kannski hefðu ekki verið staðið við. Við náttúrulega stöndum klárlega á því að vera hérna með samkomulag frá árinu 2016 þar sem að vera að breyta lífeyrisréttindum allra kennara mér og minna til framtíðar sem að sitja uppi með það að það hefur ekki verið staðið ennþá, svona lítið skref tekið í vetur sem að er klárlega því sem við verum að horfa til. Okkar fólk er náttúrulega klárlega á þeim stað sem að Sonja er að vísa í. Við höfum verið að taka þátt í húsnæðishópi sem að er kannski fyrir einhverjum árum, þá held ég að kennarasambandi kannski hafa ekki verið með það efst á sinni dagskrá, en við erum klárlega fann að ræða það núna að okkar fólk er bara á þeim stað að vera föst í þessum húsnæðismarkaði eins og hann er. Þannig að ég held að kennarasambandi sé klárlega að fara inn á þetta svið til framtíðar með þeim stað að stilla sér upp með því fólki sem við erum að fara að vinna með, sem er auðvitað verkalýðshreyfingin hvort sem er á almennu og opinberu markaði. Ég hef alltaf sagt það þannig að ég treysti henni algjörlega til þess að tala fyrir því sem að verður réttlátar heldur en það sem við erum búin að díla við núna. Hvort það eru alltaf sömu nákvæmlega sem áherslunar eru auðvitað þannig að í nýlegum samningum að þá eru ólíkar til dæmis tölur sem eru að fara inn til BSRB eða KÍ. Við vorum svolítið frekar þétt við þetta borð núna það reikti skilningur hjá mínu fólki að menn voru ekki tilbúnir að keyra inn á þær tölur sem að lagstu tölur voru á BSRB vegna sem menn áttu það samtal. Þannig að ég hef alveg trú á því að við getum sest hérna niður og þess að segja, ég treysti verkalýðshreyfingunni betur fyrir því að finna einhvers svona lausn sem að verður ríkið sátt heldur en kannski því ástandi sem við hefum hort á í gegnum tíðina. Því að ég einmitt greindi það að fólki sem var í verkfalli á Sonju var fólkin í leikskólanum og ég held einmitt að stuðningurinn við það hafi verið frekar skýr út í samfélaginu. Sem að líka segir það að því við erum að tala samfélagið okkar. Við þurfum líka að ákveða hvernig við viljum að tekjuöflunum verði og hvernig við viljum að peningarnir okkar fara í. Kerfin okkar, sem er hluta til þetta skólakerfið, er á mínu viti löskuð og þau hafa ekki orðið það líka vegna þess að þar hefur verið að nota alls konar bitlingssaumur vegna sem menn hafa velja að skera niður inn í þessum kerfum okkar og jafnvel niður fyrir sársaukamörk. Þannig að ég held að það sé svolítið verkefnið. Þið myndu vilja segja það líka. Já, klárlega. Svo er algengt með kennarasamtök út í heimi. Það er bara, við vorum bara... Það er oft sami bara endurreisn menntakerfisins. Við bara alveg sama hvað við erum að tala inn á leikskólanum þar sem við vorum að horfa til þess að var kannski einn fullorðinn af hverja
6-7 nú, er það 8-10, við erum komin með reglu bekki með 30 börnum, þar sem kannski þriðjungur er ekki að tala móðumálið. Þannig við erum á alls konar svona stöðum sem við myndum líka vilja setja niður inn í þessa umræðu hérna alla og velta fyrir okkur hvernig við getum komið á einhvern stað. Ég held að kannski stóra málið hérna, ég held að sé sameiginlegt verkefni verkalýðshreyfingarinnar tekjuöflun. Hvernig viljum við að henni sé skipt, hvernig viljum við að samfélagið fúnkeri, viljum við í alvörinni, svo Ragnar vissi hérna áðan, við séum með hagnaðardrifið hagkerfi sem er að setja met á sama tíma og það verður að segja við okkur inn í verkalýðshreyfingunni að við mögum ekki fá nema ákveðin á laun og svo þurfum við að fara í niðurskurð. Það er eiginlega það fyrsta sem gerist þegar klárast kosningar í Íslandi, þá fara menn inn og segja nú verður þetta erfitt, við erum hérna með meirihluta, við þurfum að byrja að skera allt niður, sko. Þannig að ég bara... Það er boðað töluvert meiri niðurskurð. Algjörlega. Það er alltaf líka vandamáli, ég menn eins og sveitarfélögunum, ef maður skoðar skýrslu kjaratölfræðinefndar, það eru langlægstu launin hjá sveitarfélögunum og þú veist, þetta er bara láglauna þrýstingur og ég held að samfélagið sé löngu komið á þann stað að þetta módel gangi ekki upp lengur, þú veist, það verður alltaf meiri starfsmannavelta, verður erfiðara að fá fólk til starfa, en sömuleiðis líka við sjáum það bara með stuðning samfélagsins við þessi verkvöld og hjá Eflingu áður, er að það er engin sammála þessu módeli. Að raunverulega þú ætlar að borga sem minnst til samfélagsins og láta það fólk raunverulega vera að vinna og afslátta kjörum við að halda samfélaginu gangandi, sko. Þessi ræður er á þessu leyti. Já, það er eitthvað rof þarna á milli, sko. Þannig ég held að við séum algjörlega komin á þann stað eins og fyrir næstu kjarasamninga að það þarf að endum þetta virði kvennastarfa og þá er ég að tala þetta þar sem konur er miklu meðluta. Hérna, stundum við að reikna og daginn þá tók ég bara taxta, 7. taxta starfsgreiðssambandsins eftir 3 ár, bara svona miðgildi verkamannalauna. Aftur til 2007 og það er búin að vera miklar hækkanir síðan þá. En það sem gerist á leiðinni er að sko skattprósentan hækkar, bara því að persónuafslátturinn heldur ekki í við þróun launa. Og ég tók brúttólaunin, það var líka tryggingagjaldið var að hækka, þannig að sko ríkið er að taka meira af bara venjulegri skattheimtu. Síðan var ég með að fólki væri með börn og það heldur ekki í við verðlag eða enn síður laun. Og ég tók líka vaxtabætur og það heldur enn síður við laun. Þannig að par sem var bæði á þessum kjörum var að greiða af láni sem var í 70% af verði lítillar íbúðar yfir þetta tímabil, átti 2 börn, annað yngri en 7 ára, að af öllum kjarabótunum, nafnlaunahækkunin sem hafði komið inn, að þá hefðu þau haldið eftir að það voru aðrir sem að tóku 63% af þessu. Og ég hugsaði með mér, ef að markmiðið er að lyfta botninum, þá er það ekki hægt í þessu kerfi. Því það þýðir það að þú þarft að lyfta botninu svo mikið að því að skerðingarnar eru svo brattar þarna niðri að krafan hjá þeim sem eru með 1 milljón á mánuði, skiljiði, að ég hugsaði bara, byrju, ef að verkalýðshreyfingin ætlar að fara í gegnum næstu kjarasamning á þessu bara að stokka þetta kerfi upp, að þá bara springur eitthvað hérna. Því það er ekki hægt að ná kjarabótum að ef lægstlaunaða fólkið missir 63% af því sem það vann fyrir sér með verkvöllum og ýmis svona kjarabaráttu til Bjarnar Benediktssonar, náttúrulega eitthvað fór til lífeyrissjóðanna, eitthvað fór sko hingað og þangað, en sáralítið setur eftir í fólkinu sjálf. Hvað segir þetta? Þess vegna stuðningsstjórnvalda, þú veist, það er stóra skrifið í næstu kjarasamningu. En þetta er bara, það er eiginlega sko uppstokkun á kerfinu. Já, ekki lagfæringar. Það er það sem að ég tala mikið vegna þess að við sjáum bara hvernig pólitíkin er í dag að samfylkingin sem er að mælast mjög sterk núna, er ekki hvað, 25-6% 28, það er nú svakalegu viðsnúningur en samt er svona helstu áherslunar eru í sjálfsvegar kerfisbreytingar heldur svona fari gegnum tilfærslukerfin og jú, það er komið leiguþak inn í stefnuna sem er náttúrulega mjög gott en við leysum ekkert með því að sko mæta græðginni í fjármálakerfinu og hjá bönkunum með því að greiða niður okrið til neytandans, þar að segja með vaxtabótum og húsnæðisbótum. Sko, vaxtabótar og húsnæðisbætur eru mjög góðar en það eiga að vera þrautaver fyrir allara viðkvæmustu hópana. Veist, við eigum ekki að niðurgreiða í stórum stíl eins og við höfum verið að gera. Leigusalarnir og leigufélagin stóru hafa tekið nánast allar
allar hækkanir á húsaleigustuðningi og bara gott betur, ég held að stuðningurinn hann næri ekki einu sinni verðbótunum sem að fólk að greiða í leigu síðustu og hefur verið að greiða í leigu síðustu 24 mánuði. Þannig að þetta alltaf fara beint í rassvasann á leigusalanum sem að hefur síðan hækkað leigu langt umfram vísitölu. Og svo gerir það Ragnar að sko út af tekjutengingunni á mótmælunum þér á laugardaginn, þá stóð ég og talaði við konu. Hún sagði leiði á félagsbústöðum, hefði fengið 35.000 króna launahækkun. Húsaleigan hefði hækkað úr 110.000 upp í 129.000. Ástæðan svo að sko félagsbústöðir taka sjálfur húsnæðisbætunar. Þannig þetta var skerðing á húsnæðisbótunum sem leiddi til þess að eiginlega allur ávinningurinn sem var af launahækkunum bara puff. Akkurat. Og þetta algjört leikilatrið. Ég minna að þú veist, við höfum alltaf farið í hennar fasa og fórum inn í hennar fasa til dæmis í eftirmálur hrunsins, þar sem að engar hömlur voru setta á bankana eða innheimtu fyrirtækin eða fyrirtæki sem að voru bílalána fyrirtækin og öll þessi félög sem að gengu gríðarlega hart gegn fólkinu í landinu. Það var farið í að hækka alla bætur, vaxtabætur voru hækkaðar alveg gríðarlega og alla bætur, það var ekki tekið á þessum vanda. Það hefði verið hægt að stoppa félög eins og Ölmu fyrir löngu síðan og það var algjör óþarfi hjá Seðlabankanum að fara í svona miklar vaxtahækkanir og það náttúrulega blasir alveg við, þú veist, ef þú skoðar hvaða verðbólgu verið að reyna að ná niður og ef maður sér bara sundurliðin á undirliðum vísitölunar síðustu 12 mánuði, síðustu 20 mánuði, síðustu 24 mánuði að þar þetta bara í svart og hvítu, þú veist, hvar liggur vandinn, hvar verðbólgan og hver eru helstu áhrifþættir og það alveg sama og þeir eru mismunandi. Í janúar voru það opinber gjöld og í febrúar voru það aðalega vaxtahækkanir Seðlabankans og hækkun á leiguverði. Í mars og apríl var þetta fasteignaverð sem ennþá að hækka og þetta voru svona, og þess að var haldið upp á samningum svona aðalega á milli einhverja eignarhaldsfélaga, blokkir á Akranesi og Selfossi og einhverja lúxusíbúðir í bænum. Það voru ekki margar eignar á bakvið þetta. Þú veist, þetta greinanlegt en síðan komast einmitt ráðamenn upp með það að fara með áróður gegn verkalýðshreyfingunni og vinnandi fólki og það sýnir að mínu viti sýnir henni hversu einbeitt sérhagsmunaöflin eru í því og ég vil bara flokka Seðlabankastjóra og ríkisstjórnina bara sem svona venda engla yfir sérhagsmunum á Íslandi hversu einbeitt þetta fólk í því að ná niður bæði lífskjörum fólks og sömuleiðis líka ýta frekar undir fjármálakerfið og fyrirtækin og þetta bara hluti af þeim áróðri og þetta áróður sem við þekkjum frá Bandaríkjunum og Bretlandi og víðar það sem að græðgi fólksins það sem að slega hagkerfið og við þekkjum þetta bankahrunið 2008 eins og í Bandaríkjunum þar voru innflytjendum kennurum og láglaunafólki kentum. Hér reyndu menn að skella skuldin á flatskjárkaup landans. Hér verðbólgunni kennt tenniferðir eða eitthvað slíkt. Og ástandið kennt ójafnvægi þínu? Já, meðalans mínu ójafnvægi sem að meðalans, já. Það sjálfstæður Já. Mér finnst þetta mjög sérstakt. Ég skulum bara viðurkenna, ég gengi út á einu fundi. Ég alltaf veldur sem fyrir mig, sko. Þetta ekki alltaf orðanum beinlinis beint til þess sem að hefur gagnrýnt, uppáttu opinberlega? Jú, allir það ekki. Ég sé það minnstur í þessu allavega og þá hugsa ég bara hvert eru við komin í samtalinu þessa gríðarlegu hagsmuni samfélagsins alls? Ef að þú gerir kröfur að fólk hafi sómasamleg kjör að þá sértu einhvern veginn í ójafnvægi. Já, nákvæmlega. Já. Að koma fram og ert að reyna að jafna hlut einhvers eða tryggja að fólk bara ná endum saman eða að það sé gripið til aðgerða fyrir hópa því það bara ekki jöfnuður, það búa ekki allir við
já. Það var þetta sömu setningarnar voru notaðar við að segja að konu væri móðursjúkar. Já, ég meina sko. Já, það er náttúrulega Það er eiginlega aðalatriðið. sami Þú tónn. þarf alltaf að lítilega persóna í staðan fyrir að fara í umræðina. Ég var aðeins að bara rétt að klára bara svona lokinu mitt fyrst að við erum að koma inn á þetta og mér finnst þetta, eins og sé, ég átti ágæti spjall við Aðalstein hérna morgunni þegar þetta viðtal kemur og hann var alveg gáttaður á þessu og ég og það var bara gott samtal sem ég ætla ekki að fara út í út á dollu en það var bara gott samtal allt það en þetta gerist líklegast á þeim tíma þegar þeir eru ná þetta samtal þegar við vildum gera mjög skýra kröfu á skammtímasamningin að þeir myndu losnaði vísitala færi við 598 og eru þau lausir að vaxtastig færi yfir ákveðin viðmið og mér minnir að það verið 6,5% og þá þegar samningandi taka gildi þá verið 5,75. Þannig að bara eins mástu, samt voru þið sko sökuðum að vera að reyna að hafa áhrif á ákvarðanir Seðlabanka og kom þú stöðut að vera að ógna eða þú veist reyna að hafa áhrif á sjálfstæði eða þú veist að lýsa allt öðru þessi scenaríu núna sko. Já, ég meina þetta bara lág fyrir, við vildum setja bæðin fyrirvara í okkar samning að því hann var með framhlaðin vaxtastig og síðan vísitölu náttúrulega var 598 þannig að ég rekna með að við hefum fengið lausa samninga núna í júlí. Ég rekna með að vísitala verði komin upp í það í síðasta lagi en samninga væri lausir í dag ef við hefum fengið Það er ekki komið við 598, það er kannski næstu að þannig það manni Ég er að segja það júli, ágúst Það er líklega allavega í ágúst myndi ég spá en það var svona okkar mín spá svona í febrúar, þetta er svona júli, ágúst en kannski breytir ekki því að ef við höfum náð vaxta viðmiðun inn í samningin að þeir myndu losna við ákveðið stýrivaxtastig að þá væri þau lausir þannig að það sýnir henni bara mikilvægi þess hversu mikið aðhald við getum fengið út úr svona samningum með að setja svona fyrirvara og því miður Rauðstrik eins og það kallar ekki Já sko, rauðstrikin voru þú veist, gott að vera með rauðstrik en þau hafa oft verið þess eðlis að það er alltaf einhver gulrót og svo kemur endurskoðun rauðstrik og það forsendur eru brostnar það gerist hérna í 2017 þegar ég nýtekið við sem formaður og þá endurskoðun og það voru forsendur brostnar og ég hefði haldið að samningum mætti að vera sett upp en það var Það er ein hækkun sem að var í næstu mánuðum ein hækkun sko sem er svona rétt svona innan seilingar svona í svona gulróta fjarlægð og veiðistöng og þannig að það þótti ekki sko tilefni til þess að fórna því og maður skilur svo sem alveg þau sjónarmið en þarna var þetta tilvalið af því að þarna varstu með mjög framhlaðin algjörlega framhlaðin samning það var ekkert sem kom í lokin eða í mið heldur var þetta framhlaðin samningur og þarna hefði verið tilvalið að vera með þessi markmið alveg skýr og hefði þá búið til raunverulegan hvata fyrir atvinnulífið að halda sér höndum hvað var að verðlag og jafnvel líka það að það hefði þá mun meiri afleiðingar á stöðuleiki í hagkerfinu ef Seðlabankinn hefði farið þá leið sem hann kaus að fara sem er náttúrulega bara með ólíkindum. Það er kannski, mér finnst öfnilega kannski við horfum á hana vetur, Sonja er skrifundir núna í síðustu viku og við erum vonandi að klára núna síðustu samninga og ég myndi nú Kristján ég að fara í verkvöld með sitt fólk. Einhvern veginn þá held ég það sem að skiptir svolítið máli er akkurat það sem Ragnar er kannski að vísa í hvernig þetta gekk fyrir sig í vetur vegna þess að svo erum við kölluð inn þarna upp úr áramótum og okkur eiginlega bara sagt það búið að gera samningi fyrir ykkur, það var svona fyrsta samtalið Ragnar er bara búin að gera hann fyrir ykkur, það er bara þannig sem að samtalið átti að vera hjá okkur og það var einmitt og samtalið breyttist ekkert, jafnvel þó verðbólgan var að fara af stað og það var allir hlutir í gangi þá var það alltaf einhvern veginn þessi lína sem átti að verða, svo eru gerðir hérna einhverjir samningar en það sem þarf auðvitað bara að gerast núna og þess vegna held ég aftur að það skiptir alveg máli að við einhvern veginn náum einhverju samtali hérna verkalýðshreyfingin við borðið og hinn átti sig alveg á því að það var svo margt núna á síðustu mánuðum sem að ef við einhvern tímann öndum þess að okkur og gerum upprunni þessum gangi öllum að það voru svo margir lapsar á leiðinni það var svo mikið af svo skrýtnum hlutum búið í gangi rauninni frá upphafi þessar vegferðar með öllu þessum inngripum og saman hvernig staðan var það breyttist ekkert jafnvel þó að það fær allt í ganga þá var alltaf sama samtalið einhvern veginn þið eigi bara að taka þetta sem við erum að láta ykkur hafa og það bara virkar ekki svoleiðis samtal sko.
ASÍ stéttarfélagi mætti til leiks í kjarasamningsviðræðum við hið opinbera og hið opinbera var sko búin að útskýra fyrir okkur merkið marga mánuði og við bara og svo átti að fara að útskýra fyrir þessi stéttarfélagi ASÍ með sem hafði þá tekið þátt í þessu myndu merkiskjöf og það er auðvitað bara það sem einhvern veginn sko liggur einhvern veginn fyrir, þú ert að vísa hérna í rauðstrik og menn hafa alveg verið að tala um það nú ég upplifði ekki þessar þjóðarsáttasamningar sem auðvitað kannski er svona upp á þessu rauðstrik einhvern veginn en ég get ekki ímyndað mér það að nokkur maður reikni með því að það sé eitthvað sem eigi að vera núna hlaupið á staði það er bara ekki traust í þessa hluti við þurfum að ná böndum á svo mörgum hlutum ef við viljum fara í eitthvað svoleiðis eins og með slástundum í en svo dettur það alltaf út þegar kemur einhver nýr og segir við höfum það svo hrikalega gott við bara tökum bara annan stuttansamning ég er ekkit viss að sé endilega tolerans fyrir stuttumsamning eða heldur ekki tolerans fyrir löngum samning sem verður þá ekki bara nákvæmlega þess að Ragnar er að lýsa Þú voru að velja annað hvort Magnús við getum ekki bæði sagt að verði ekki stuttur og ekki langur Ef við hérna þrjú fáum að setja sérna niður við fáum að setja sérna niður og við fáum í alvörun einhvern samtal það hvert við viljum þá held ég við gætum í alvöru náðu einhverju löngu samningi. Það kallar á skuldbindingu, það kallar á það margt af því sem þegar við höfum verið að vísa hérna í varðandi vísitöluna, varðandi einhvern samspil bótakerfis þessu þurfa leiguþaks, þetta er bara hluti sem þurfa að verða í einhver umræðu. Þannig að þú veist það er einhvern veginn sagt nú, já nú erum við komin á þennan stað, það verður bara stuttur samningur. Það var ægilega flott svona ákveð bóla, menn grættu þarna einhver ákveðin ár en á sama tíma var þetta svo, ég held áfram að vera svo rispuplata, samningurinn sem átti að gera 2017 við opinbera markaðinn sem að núna er sagt við höfum ekki efni á að gera núna, það var heldur ekki gerður meðan að menn hafði efni á honum. Þannig að það er einhvern veginn þetta sem þarf að gera og mér finnst menn sleppa létt ef að núna er farið að segja, eftir að við erum búin að vera að gera þessa samningu, að menn ætla núna að segja já, það er bara þannig við verum að gera annan stuttan samning. Það finnst mér við allan að segja, heyrðu, nú skulum við aðeins átta okkur á því ef það er stuttusamningur, þá eru menn allavega að halda sig við það sem er búið að vera í gangi og toleransinn inn í allavega mínu félagi að vera í stanslausum ég er að fara að fund í næstu viku næsta kjarasamning sko. Og við erum búin að fara að fundum ákveðna þetta í kjarasamningi bara í sama mánuð við skrifum undir mér finnst það heldur ekkit bara svona þar með orðið bara einhver automatic setting að nú séum við bara aftur að fara í stuttansamning Er verið að ýta félagunum yfir í stuttansamninga? Orðræðan er auðvitað komið svo ástandið sé þannig að það sé ekki á því að byggja mér finnst, Hvað þýðir þjóðarsátt? Þjóðarsátt þýðir náttúrulega lengri tími og þá er það að tala um að stjórnvöld komi inn í þetta með einhverjum hætti en ég held samt að sé svona ólík sýnaði hvað þurfa að gerast og því ég held að sko stóra atrið eru þetta að við þurfum að endurhugsa hvernig kökunni er skipt og það þýðir skattkerfisbreytingar þannig að við ætlum að fjármagna þetta velferðarkerfi sem við viljum hafa hérna til þess að sé raunverulegu félagslegu stuðningur og þá er hægt að gera kannski hóflegri launakröfur af því það er eitthvað samspil á milli. Talandi hvernig kökunni er skipt, ég geti sagt við samningi sem Ragnar og viðnæmi gerðu það sem voru 6,75% voru svona á blaði að í 10% verðbólgu og 7% hagvexti eru það samningar að sko sneið fyrirtækja og fjármagnseigenda stækki og sneið launafólks lækki. En það er svolítið spurningin á ykkur, okkar hópar eru þannig að þú færið ekkert umfram það sem kjarasamningurinn er með sko. Þú veist, það er mánaðarlaunin og einhverjir sem geta, fá yfirvinnu eða í vaktavinnu en annars er þetta ekki, þú lappar ekkert inn á kontor hjá yfirmanni og allar fá launahækkun og þú ert nú standaði vel og svo framvegis, það er bara ekkert í boði. En það er náttúrulega svolítið meiri öðruvísi blöndunni. Það sé launaskrið þar? Já, er það ekki? Mér finnst það ekki í launavísitölunum og svona sem á að ná utanum eiginlega öll laun. Ég sé ekki merki eitthvað svona afgerandi launaskrið í þessu. Nei, það hefur ekki verið mikið launaskrið. Það var ekki í eftirmálum lífskjarasamningana fyrir svona eiginlega í lok-samnings. Þá var greinilegt launaskrið. Það sá svona merkjum þetta síðastlið haust, en ég sé það ekki núna í vetur. Ég held að sé bara, ég held að sé svona alveg er ekki bara eitthvað Það vantir bara gullflugurnar í Kampaveini og hérna, hvað hann heitir, 50 cent að halda tónleika. Þetta er sú upplifun, sko. Þú veist að öll fyrirtæki landsins eru líka að fara í einhverja ferðir erlendis. Skatturinn hélt ásáttilinn sína á Möldu. Já. Það má kannski alveg sko kannski svona verja það einhverju leyti til að hjá fyrirtækjum eru við starfsmannafélög sem leggja í sjóði og hafa ekki farið erlendis í einhver tíma eða haldið árshátíðir og ég held að almennt séður fyrirtæki kannski gera þetta annarkvort ár. Mér finnst þetta frábært, ekki miskilja mig, en stemmingin núna minnir mig aðeins á annan aðdraganda haust. Ég skil hvað það fara, en það er svona, eins og ég segi, þetta er svona,
Ég meina við erum að selja gjafabréf hjá Icelandair sem bara svona þjóna í þjónusta hjá orlofsstjórninni eða orlofssjónum okkar og þá fá afslátt af gjafabréfum sem að félagsmenn fá og einhverja örlítið liðugreiðslu líka og við hefum bara aldrei séð aðra eins tölur þannig að við erum að sjá alveg gríðarlega hreyfingu á fólkinu okkar erlendis og það ekki bara veðrið, það er líka, þetta búið að vera alveg síðan í febrúar þá bara sprengja í þessu. En við vitum líka hvernig staðan við vitum það 600 miljardar sem liggja núna inn í bankakerfinu á föstum vöxtum sem að losna núna í haust og fyrstu 2 ársfjörðungum næsta árs og þar mun greiðslubyrði ríflega tvöfaldast hjá stórum hópi fólks þannig að staðan áttur að versna alveg gríðarlega og við veitum líka og þegar samtöku iðnaðarins eru farin að stíga fram og farin að taka undir okkar málflutning, þá er mikið sagt. Of litla framleiðslu í húsnæði? Já, hún er bara að draga saman og það er svolítið sérstakt sko að þegar ríkisstjórnin kemur með aðgerðapakka vegna verðbólgunnar og þetta er mjög, og allir einhver með býði óvæni hvað kemur núna. Og það eru 2,5% þeirra sem verst standa og prósentur náttúrulega bara algjört eitur ofan á lágar tölur og síðan kemur... Það er ekki að leiðrétta munin á því sem var verðbólguspáin þegar ákvörðun var tekin áramótin og því sem hún er raunverulega. Þannig að þetta er ekki hækkun, þetta er lækkun. Það þurfti ekki að breyta fjármálaáætlun sem segir nú kannski ýmislegt. Síðan náttúrulega stóð náttúrulega lág fyrir að þyrfti að setja auki fé inn í almenna íbúðakerfið. Það var ekki komið inn. Lofar fyrir auknum framlögum þar með þá uppbyggingu sem að hefur verið lofað og mun aldrei nokkuð tíma standast en það sem er svona í þessu líka og stjórnvöld vita er að þau eru rauninni að veita falsvon sem að ég vil bara flokka undir það að þetta er bara svona meðvituð lygi að fara að auka stórlega framlögin í almenna íbúðakerfi þegar við erum ekki geta að nota stoppstyrkina sem eru nú þegar fyrir og höfum með þess að skila þeim stofstyrkjum. Þá er ég að vísa í Bjarg íbúðafélag og staðan er bara orðin þannig að ég meina það verið að hafa sambandi við okkur og verið að bjóða okkur bæði lóðir og sem einhverju braskara hafa keypt og ætla að selja síðan áfram og hafa út úr því pening, ætluðu sig kannski aldrei að byggja sumir kannski ætluðu að byggja en það er enginn sem getur fengið fjármögnun og fjármögnun er bara á dýr og þetta er allt mikil áhætta og fjárbinding til þess að menn þora að fara í þetta vegna þess að þeir selja þetta ekki. Og það verður að bjóða okkur blokki sem eru hálfbyggðar og verðið er reyndar að færa staðins niður bæði á lóðum og íbúðum sem verður að bjóða okkur en þetta er ennþá allt og hátt. Þannig að þetta... Þið getið ekki bóðið upp á sómasamlega leigu af því að lóðirnar og dýrar. Já, við getum ekki keypt lóðir á markaði og við getum ekki keypt lóðir á þéttingareitum vegna þess að það ná ekki að byggja inn í þær kríterjur að vera með sem er hámarksbyggingakostnaður og sem er hámark sem er ákveðið hlutfall, fyrirfram ákveðið hlutfall á ráðstöfunartekjum. Þannig að við erum eiginlega komin alveg á ystu mörk og ég óttast það að Bjarg þurfi bara að stöðva uppbyggingu á næstu misserum líka þó að það er ég geti trúa því að til jafnsvið það sem hægist bara á ég meina það þarf klárlega að breyta kriteríunum, það er að breyta lögum almennur íbúður til þess að við getum haldið áfram en þetta framlag ríkisstjórnarinnar er auðvitað ekkert að fara að gera neitt vegna þess að við erum ekki að fá lóðir sem við getum byggt á. Við vorum samt með kröfum ekki framlega bara þannig að Já, sko, ég er alls ekki að gera lítið úr því, en það er ekki vandamáli núna. Vandamáli núna, auðvitað krafa okkur að fá þessu auknu framlega, en vandamáli núna er lóðaskortur og fá byggingar hafa lóðir á þeim verðum þannig að við getum byggt og það er til byggingarland, það er að byggja 3-4 íbúður örgulega í viðbót upp í Úlfarsárdal, þar sem allir innviðir eru tilbúnir og Keldnaholtinu er örgulega að byggja 5-7 íbúðir Blikastaðir, þau þóla örgulega 3.800-4.000 íbúðir þar þetta er bara stór og flott byggingarlög sem er alveg kjörin í svona, átaks byggingaverkefni og þetta er hægt, það er til þekkingin, það er til fjármagn til þess að fjármagna þetta, það er til dæmis inn í lífeyrissjóðunum
stórum hluta. Þeir eru í bullandi vandræði með að koma mjög miklu fjármagni í vinnu og þessi þekkingin til staðar, það til byggingaland, það til fjármagn, en það engin vilji til þess að setjast niður og bretta upp ermar og fara í að vinna þetta einhverju viti, vegna þess að stjórnvöld að mínu viti allavega, og það mín skoðun, að þetta sé bara meðvituð ákvörðun að halda þessu svona eins og þetta að það sé bara einhver bara fyrirfram ákvörðun, bara hnignun sem á sér í gangi í okkar samfélagi og það muni ákvörðun hópar verða bara undir og það sé bara þegjandi samkomulega það, vegna þess að það einu sinni þannig að þegar að þú vilt drepa eitthvað niður, einhverja góðar hugmyndir og eitthvað góð mál sem skipta samfélagið mjög miklu máli, eins og húsaleigulögin og leiguþakið eða leigubremsan eða hvað sem við viljum kalla þetta, eða þessi stóru uppbyggingaráform sem átt að fara inn í Keldnaholtið og fleira og bara svona fullt af góðum málum, vísitalan inn í inn í neysluvísitölunni, eða húsnæðislurinn í neysluvísitölunni og verðtryggingamáli og allt þetta. Við erum búin að reyna að vinna þessi mál áfram í ráðuneytinu. Þetta sem maður finnur það bara hvað unnið kerfisbundi gegn þessu og síðan bara málunum komið fyrir í nefndum og starfshópum og við vorum að tala um það, þú veist, það er ekki að reikna þetta eitthvað út og skoða þetta eitthvað frekar til þess að var að kanna það sko hvernig, þú veist, hvaða áhrif hefur skattlagning á fjármagni eða breytingar þar, þú veist, það engin vilji til þess að gera hlutina. Síðan þegar það þarf að koma ferðaþjónustunni og flugfélögunum, sérstaklega Íslandi til bjargar út af því að hér á að setja kolefnisskatta, þá fer rauninni bara alltaf yfirsnúningin í ráðuneytunum og ráðherrar eru fljúgandi hér milli og það eru yfirlýsingar á einhverju leiðtogafundi hérna niður í bæ og það var bara ekkert mál, þú veist, það bara að fá undan þá fyrir kolefnisskattinum og þetta bara svona mjög svipað eins og hlutafjárútboð Æslandir var á sínum tíma. Þeir þurft að breyta lögum fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða til að lífeyrissjóðin geti tekið þátt til hlutafjárútboði Æslandir. Það fattaðist of seint að þetta voru svona ákveðin útvarsla afleiðuviðskiptum sem að með voru að fara í til þess að fjárfesti í hlutafjárútboðinu og það var bara farið að breyta þessu. Þetta tók innan við viku. Það var ekkert mál. Og við erum búin að vera að berjast í því í 5 eða 7 ár, 6-7 ár, bara sem ég byrjaði í þessu, að útvika þessa heimildi þannig að lífeyrissjóðirnir geti fjárfest í íbúðarhúsnæði. Herðu, þið ætlaði að breyta þessu í haust. Haustið er tíminn. Það er stöðutíminn, ég meina það er bara, sem ég segi sko, stundum sagt sko, þessum tíminn og svo hvað næst, einhvern veginn þegar við vorum að byrja í þessum vaxtahækkunum Seðlabankans, þá held ég að einhvern veginn reiknum með einhvers staðar stoppað, en ég meina ef það gerist ekki neitt, hvar ætlum við þá að enda? Hvar er planið? Ragnar vísaði í þessar tillögur sem voru að koma frá ríkisstjórninni sem bara hlupu lögðu eiginlega ekki að stað, var ekki það skamt. Þannig að þetta getur ekkert gengið og ég bara virkilega vona það að við berum til þess gæfu að ná aðeins að stilla saman strengjum. Ég held að við höfum orðið vörum við vísbendingar í gegnum veturinn það að sé að samtakamátturinn sé á einhverjum stað. Hann hefur þetta farið upp og niður, það er alveg þannig. Þetta er lína núna og ég held að það sé akkurat leiðin til þess núna. Við verðum að fá einhverja breytingar því að við sjáum það bara við kringum okkur, við erum að sjá ungt fólk fara á landi, við erum að sjá fólk bara núna vera að gefast upp, við fáum alveg að heyra það. Og það er eitthvað sem ég get ekki ímyndað mér að samfélagi vilja sjá og ég segi svo Sonja að það kemur mér svolítið óvart einhvern veginn að svona almennt verið umræðan ekki vera, hún er miklu sterkari allavega inn í félagunum held ég, stéttarfélagunum. Þannig að kannski er það bara leiðin. Heldur en að fjölmiðlar ná að endur? Já, ég held kannski einn parturinn að því við erum kannski líka, við erum kannski nú þáttur að vera búin, ég meina við erum með pólitík sem hefur verið að mínu viti frekar labíl, við erum komið 7-8 flokka, við erum komið með hluti sem einhvern veginn festast í einhverju smáatriðum, eins og Ragnar er að vísa í, við erum að sjá þing eftir þing sem einhvern veginn skilar engu af sér, bara fórum að opna á það, ekkert bara í okkar málefni, við erum með einhvern veginn svona stjórnmálastétt sem að mér finnst búin að vera ansið labíl og vera að taka litlar ákvarðanir sem að hjálpa okkur. Og ef það er þá einhvern veginn leiðin að við náum einhvern veginn að stilla okkur saman, þá held ég að við eigum að vera að gera það. Ráða reynandi. Þannig haga forkóla sér. Meðal heildarsamtakana, og það er alveg ljóst bara að skoða stefnuna þeirra og ég meina saman erum við bara samanstundu nánast og öllum sem eru starfandi á vinnumarkaði. Hver ætlar að segja nei við því? Það kemur ljós í haust. Við ætlum að horfa að tala þetta þá. Ég er alltaf mjög bjartsýnn á að það náist mjög breið samstæða núna í haust og í vetur
og við höfum verið að skoða þetta mjög mikið, við fórum mjög vel í gegnum þetta þegar við vorum í samningunum núna í desember, að þá vorum við aðalega bara að skoða það vegna þess að við erum ólík félög, það er ólík samsetning eins og bara við sem hér sitjum að eins og félög eins og Vaffer og sem verður með mjög svona breytt bil að tekja hópum og hvernig getum við unnið saman og við teljum okkur að fundi leiðir til þess að vinna saman ólíka stéttir, unnið saman kröfugerðir sem að þurfa ekki að fara saman endilega upp á krónu en það er kannski öðruvísi útfærsla út frá kostnaðamati svo lengi sem að hóparnir eru sammála það að kostnaðamat á starfsgreinafélögin eða verkamannafélögin og þau félög sem að fara fyrir tekjulustu hópunum að kostnaðamatið er að sé hærra og það eina sem þarf að reyna ákveða hversu mikil munur þarf á að vera. Það á ekki að skipta máli hvernig við skiptum okkar kostnaðamati, hvort við gerum það í prósentum eða krónutölum en við þurfum hins vegar að vera öll sammála það að við séum þó allavega þrýsta mesta ávinningnum yfir á lægstu hópuna. Og ná leiðréttingum í skattkerfi og bótakerfi og húsnæðiskerfi til þess að verði eitthvað úr þessum kjarabótum. Já, ég menn það augljósla eru bestu kjarabætunar að lækka kostnaðarkrónurnar við að lifa. Það eru bara krónur, það eru verðmætastu krónurnar en síðan að halda því og þar þarf að finna mjög öflugar tryggingar. Við þurfum að setja núna belti og axlaböndin í okkar samninga og það verður ekki, ég hef heyrt eitthvað tal skammtímasamning, eitthvað slíkt. Það mun ekki stéttarfélag að komast upp með það núna að fara á undan öðru og skrifa undir eitthvað samning sem á að leiða alla línuna. Ég held að geri sér allir grein fyrir því og við munum aldrei skrifa undir samning öðruvísi en að hafa þessar tryggingar sem vildum fá inn núna síðast en náðist ekki samstaðum. Þannig að það hefur alveg sannað sig að slíkt hefði þurft að vera og það getur engin efast það að þetta hefði orðið að vera inni. Þannig að eins og ég segi, ég er nokkuð bjartsýnn á framhaldið og svona baráttuveturinn framundan fyrir hönd launafólks. Ég er ekki bjartsýnn fyrir atvinnulífið eða ríkasta minnihlutann. Láta þetta vera lokaorðin Sonja, Ragnar og Magnús, kærar þakkir fyrir að koma hingað og gefa okkur svona mynd af því hver staðan er og hvernig haustið mun líta út. Við ætlum að fjallum annað mál hérna, það er helvítiskvótinn. Hafró var að gefa út hvað mætti veiða mikið af fiski á næsta ári eða fyrir ráðleggingar. Ég ætla að tala við Jón Kristjánsson, harðasta gagnrýnanda Hafrannsóknastofnunar undanfarið 40 ár fyrir eftir augnablik. Já, á föstudaginn lagði Hafrannsóknastofnun til sína veiðiráðgjöf sem að á árum áður var ein af stærstu fréttum ársins en það skiptir þetta fegnarlega miklu máli hvað við mögum veiða mikið af fisk og kannski ekki síst þorski en það fyrir orðið lítið fyrir þessum fréttum og lítill áhugi. Þetta er eiginlega eins og fréttatilýning sem er birt á vefmiðlunum og sem að ýti síðan fljótlega niður. En til að ræða ráðgjöfina er hingað komin Jón Kristjánsson fiskifræðingur, fastagestur þáttarins. Þetta er velkomin. Takk. Já. Hvað segir þetta með að það var deilt þetta allt sumarið í gamla daga svo kvöldum? Já. Þetta er svo gríðarlegur hagsmunir sem þarna eru. Já, og það var, menn voru ekkit sammála þessa ráðgjöf og yfirleitt hérna áður fyrir. Já. Það var, bendist yfirleitt allt í því að skera niður og draga úr afla og svona. Menn voru ósáttir með það, bæði skipstjórar, sjómenn og ekki síst fréttamenn og þá voru starfandi hér fréttamenn sem höfðu vit á sjávarútvegi og voru hjá blöðum og útvarpi. Svo dregur hægt og hægt útvarpi úr þessu, þeir eru nú farnir, sumir eru dánir og aðrir eru farin til annarra starfa. Það var þáttur í útvarpinu sem að hét Auðlindin á sínum tíma, sem að kallaði svona slór þátturinn. Þá var farið út land og menn spurðir og hringt og allir fengi að tjá sína skoðanir og svolítið krítiskur þáttur, öllum hleypt inn. Svo fór að draga úr þessu og hann var lagður niður í hagræðingaskyni að sagt var.
Stjórnandinn, held ég, Jóhann Hauksson á sín tíma, hann var fluttur til Akureyrar og það var svona eitt og annað og svo hafa menn bara farið út úr þessu og það eru engir ennþá. En þegar að Hafrannsóknastofnun opinberaði sína ráðgjöf, þá haldinn blaðamannafundur og þá var oft fulltur salur. Varst þú þarna núna á föstudaginn? Ég var þarna núna á föstudaginn, já. Og engin blaðamaður? Ég var ekki var við að neitt blaðamaður væri að spurja spurninga með þess og það var þarna sjónvarp aðeins en það var ekkert spurt neitt. Mér sýndist flestir eða mjög margir koma bara af starfsmunum stofnunarinnar. Þarna var sagt að þarna væru ef menn vildi spurja, þá væri þarna sérfræðingar í öllum þessum tegundum sem væri þarna. Þannig að áheyrnin var munnuð af starfsmunum. Stóran hluta. En ráðgjöfin núna, hún eiginlega, það bara óbreytt, aðeins meira vísu. Já, en þetta meira minna same old, eins og settir. Þetta verið að tala með 1% ráðgjöf að tala með, kalla það einhverju aukningu og láta það standa á enda á 577 tonn eitthvað svona. Það ekkert verið að rúnna af. Nú eina stóra aukningin sem að kemur þarna í karfa, gullkarfa. Þrátt fyrir það að stofnin sé á niðurleið. Þeir segja það að stofnin sé á niðurleið og byggja það sjálfsagt á einhverjum ungviðis rannsóknum, nýliðunar rannsóknum, en hann á niðurleið vegna þess að reiknireglunni var breytt í stofnmati. Það að segja að það var tekið tillit til fleiri þátta eins og hrygningar, aldurs eða fekk nú ekki nákvæma útskýring á því og þetta kom frá ISIS, þessi breyting. Og þá sem ekki hryðjuverkasamtökin ISIS heldur alþjóðlega hafrannsóknar batteríið. Hafrannsóknar batterí Evrópusambandsins. Og þeir ráðluðu 25% aukningu, þannig að hefur allt í einu má veiða miklu meira þó að stofnin sé á niðurleið og það svona svolítil mótsagnir því. En gott og vel, það allt í lagi að veiða meira, ég nú fylgjandi því, en ég sá þá í fleiri tilvikum, þá var vitnaði það að ISIS hefði breytt reiknireglunni. Það engin líffræði þessu. Það ennþá 20% sóknarþungi og það mun aldrei vera hægt að auka þorskafla með 20% sóknarþunga því áður þá var hann upp í 40% og til þess að ná gömlu tölunni þá þyrfti að tvöfalda sóknarþunga. En það náttúrulega myndi rústa ýmsu, eins og þú veist. En þú hefur gagnrýnt þessa ráðgjöf og ekki kannski út frá því hvaða töluðir velja hvert ári fyrir sig heldur að hugmyndafræðin og grunnforsetunar á baku þetta séu bara standist ekki. Já, og bara líffræði þekkingin og líffræði, það verður nú að fara eftir náttúrulegumálum. Og það bara ekki gert, það bara letið í tölvurnar og það búið að gleyma öllu því sem gerðist fyrir tölvuvöld. Þá voru menn miklu meira í líffræðið þöngum og voru að spekulir í því. Jón Jónsson skrifaði til dæmis grein það 1965 held ég. Hann var að fá mikla kritik fyrir það að láta veiða einhvern smáan fisk fyrir Norðurlandi, að vera ekki að grípa ekki inn í það. Og hann sagði það það væri alveg nauðsynlegt að halda við veiðunum og grísja stofninu jöfnum höndum eftir þörfum því að ef það væri sýnt að sambandið á milli vaxtar og stofnstærðar þannig að ef að stofninu stór þá vex hann lítið vegna þess að hann gengur nær í fæðunni sinni og honum fannst þetta allt í lagi og varði það með þessu og þeir voru í þessu gömlumvendinni síðan kemur það á dögum Jakobs að þá kemur ofiðinn inn og það að friða smáfisk og eins og ég sagði einhvern tímann í grein að þetta sögðu tveir forstjórar Hafró sögðu þetta sitt hvort, bara annar getur haft rétt fyrir sér. Hvor það? Svo sem að sagði þetta síðar því að samkvæmt því sem að hann sagði, það eiginlega línan sem Hafró hefur fyllt í áratugi. Já, þetta stjórnans líka, mér finnst það svona undirliggjandi stjórnun, eða þessi stjórnur þegar að síldin hvarf á sín tíma, þá heldum við það hefur ofveitt síld sem var sennilega ekki raunverulegin að því að
menn vita það ekki og það er kannski til göfni eða það var ekki reynt að finna hvað það var sem að gerði það að síldin hvarf. Ég var nú í þessari síldaleit í 8 sumur og sá hann að færa sig frá Norðurlandi, söður með Austfjörðum og fara svo út í 8 Jan Mayen og svo lengra og lengra og lengra. Og svo fór ég í síðasta túrunum sem við fórum, 68, þá fórum við til Svalbarða. Þá var ég á Snæfugli sem var leigður í síldaleitina og strax svo við komum út úr Reyðarfirðinum eða svona niður á 100 metra, 200 metra dýpi í stefnu norðaustur, þá byrjaði að lóða á Kolmuna sem hafði komið þarna nokkrum árum áður og það lóðaði á Kolmuna þykk lóð alla leiðina til miðja vegu milli Jan Mayen og Svalbarða. Það bendir til þess að Kolmunin, hann ýtti síldin í burt, hann afátt hana. Hann kom hérna inn í eins og engisbrettur og það var bara fóðulaust. Og ekkert fæði fyrir síldinu? Nei, þetta og síðan sagði Þorsteinn mér hérna Þorsteinn Gíslason að hann hefði fundið síld 69, verið að kasta á torfið þarna einhvers staðar út á Nóri eða hérna í hafinu á milli. Hún hefur alveg grindhorð. Svo lýsa það var ekkert ofveitt en hverfur hún ekki svona í einu kvelli. Hún var búin að færa sig frá Íslandi. En áfallið þegar síldin hvarf var svo mikið að það þú ert eiginlega að segja það vildi engin fiskifræðingur lendi því að það bera ábyrgð á því að þorskur myndi hverfa með sama hætti. Og það sé kannski ástæðan fyrir því að Hafrannsóknastofnun velur þessa leið sem að hljómar sem svona örugg. Lítil hætt á að við verðum dæmdir fyrir að vera þeir sem að letum þorski hverfa. Já, sko ég man eftir því að við þurfum að fá sálfræðing til þess að greina það af hverju Hafrannsóknastofnun velur þessa leið. Já, ég sko var með Jakob allan tíman í þessari síldaleit og hann gjörbreyttist eftir þetta, hann var bara annar maður og því að hann hvatti til veiða og hann sagði líka að það kemur að því einhvern tíma að vera að setja kvóta á þessa síld og þá verðum við að hafa mikla aflareynslu og hann hvatti veiða. Hann sagði ef þú finnur ekki síldrengur þá setji stein hálsinn á þér og kasta þig fyrir borð. Það var sem sagt mjög mikið. Síðan hvarf síldin og þá er það bara áfall fyrir hann. Þá er þetta áfall fyrir hann, Og svo Suðurlandssíldin líka, seinna, og bara ein torf eftir segir hann þetta út að eldi að banka einhvers staðar í Fjandarum. Og hefði við ekki gripið inn í þá gjör eðst sem er náttúrulega sko, stenst ekki, getur ekkert eitt fiskstofnum veiðum, það er ekki hægt. En þannig er þetta undriki og það er sama stefnan alltaf, þannig að má segja sér svo að hérna það er óbreytt og það hefur orðið voðalega litla interess og ég nenni ekki einu svona að lesa sko, í alvöru þessar skýrslur sem er komið með. Það er bara ekkert við. Ekki að lesa þetta aftur og aftur, þetta ekki alltaf sama? Nei, ég gerði það áður, sko, en nú er þetta bara alltaf sama, það var alltaf sama, sömu skýringar og ég var að segja sama vitleysan. Ok, en Hafrannsóknastofnun var með ráðgjöf núna á föstudaginn. Hver væri svona þín ráðgjöf? Til dæmis í þorski. Það var ekki 220.000 tonn sem að þeir voru að mæla með? Fyrir það fyrsta þá... Hvað myndi Jón Kristjánsson mæla með því? Sko, fyrir það fyrsta þá má segja að þetta kerfi kvótakerfi sem að menn nota þannig að þeir telja sig geta ákvarða stærð fiskstofna. Og ef þeir eru búin að finna stærð fiskstofnins þá setja upp einhverju reglu hvað megi veiða mikið úr honum. Sem og það er fjarstætt að þeir geti mælt fiskstofnin. Það er alveg útiloka mál. Og öðrulegi þá vita þeir ekkert sko hvernig á að veiða hann, hvað á að veiða, okkur á að friða smáfisk, okkur á að friða hrygningafisk. Það er mjög óljóst hvernig þeir vita ekki hvernig á að nýta stofnin. En var áður fyrr var stofnin nýttur þannig það var allt tekið, alveg frá smáfiski upp í hrygningafisk. Við vorum hérna með 200.000 tonna vertíðar á hrygningaþorski. Það er engin áhrif á nýliðunina, hún var betri þá heldur en núna. Og smáfiskarveiðin sem að Bretar stunduðu, aðtjóðu það að kringum 65 þá eru helmingurinn af afla þeirra er undir lágmarksstærðinni í dag í tölutalið. Þá vil ég bara gera annað.
Það mátti ykkur segja, en það ráðlegt að vera að veiða fiski þegar hann svona lítil, ekki betra að geyma hann í sjónum svona fytni og veiða hann þegar hann er stór og sterkur? Nei, það er öll reynsla segir okkur það verður að veiða alveg niður úr tertunni, það þýðir ekki að skera. En okkur við ekki að því? Já, okkur þeir að halda þessari stefni 40 ár, ég veit það ekki. Þeir vilja ekki hlusta á aðra. Og hvernig myndi ég ákveða kvótan? Ég myndi ekki vilja hafa neitt kvóta. Ef að sóknin er ómikil, þá minnkar sóknina, en ekki aflan. Og dagakerfi? Já, það hefur gefist mjög vel í Færeyjum. Mjög vel. En þeir hættu við það, ekki? Nei, þeir hættu alls ekki við það. Þeir eru með það ennþá í botnfiski. En þeir eru hins vegar fiskifræðingar voru mjög á móti þessu vegna þess að þetta kerfi sýndi fram á það að ráðgjöfin þeirra var alltaf röng. Og þegar ég fengið þann til Færeyja 2001 að þá var skipunum 36% niðurskurð í þorski og ýsu. Minnkun sóknardagum 36%. Og eftir mikla vangavelta, ég fór nú að skoða þetta mál, þá vildi ég ekki láta skera niður. Ég þorði nú ekki að taka djúpt í árun. Ég sagði við ráðherrann ekki breyta þessu. Haltu bara þessu striki. Og hann gerði það. Þýddi það að það veittist helmingi meira heldur en þeir höfðu spáð fyrir. Og uppsaflinn var komin upp í alveg hæstu hæðir líka. Og þetta gekk í 2 ár, síðan kemur nýr ráðherra og hann fór að minnka dagafjöldanum 5%. Nú og þá trúðu þeir sínum mönnum, þá var náttúrulega talað illa með, ég hefði ekki vita á þessu, það var sagt það. En 3. ári sem ég þannig að þá var ráðleiki aukningu vegna þess að fiskurinn var að horast. Ég sá að hann var grint horaður og þá náttúrulega ekkit annað svar heldur en veiða meira og það var ekki gert. Síðan taka þeir, þá segir þeir þarna, á þessum tíma þá segir þeir, þarna sjáu þið, hann lét veið allt of mikið. Nú stofnin að minnka að því hann lét veið of mikið. Það var alveg öfugt. Og síðan hafa verið að fara eftir en þeir eru búin að minnka dagafjöldunum meir en helming. Og þá minnkar aflinn? Já, skipastóllin er minnkað líka og friðunin er þannig að 70% af miðunum þeirra er friðaður meira og minna allt árið til verndar. Þeir eru enn í þessu. Þegar að þeir gátu ekki komið á kvótakerfinu þá fóru þeir í hina leiðina, fiskifræðingarnir, og þeir ógnuðu mannum og létu þá draga saman afla. Þannig stendur þetta í dag og þeir eru tvisasinnum búin að missa af mjög stórum göngum af þorski af því hann kom sem smáfiskur og veittist í öllu fjörðum og þeir voru að spara hann og svo hvarf hann. En hvað gerist þá ef að kemur ganga og þú veiðir ekki gönguna? Hvað gerist þá í hafinu? Ef hún er mjög stór þá étur hann sig út á gattinu og deyr. Og þú lendir í vandræðum bara næstu árin? Já, svo kemur þetta í sveiflum, þetta er bara svona í náttúrunni. Ok, þú myndir ekki koma með veiðir ágjöf upp á tonn, heldur upp á daga, en hvað heldur að nú verður örugglega veitt 220.000 tonn af þorski á næsta fiskveiðiári, hvað heldur að veitt ef að farið að ráðgjöf Jóns Kristjánssonar? Það er eftir hvað gefum marga daga en það þarf að veiða meira. Við veittum í áratugum saman 400-500.000 tonn og fyrir kvótakerfi og veittum við 480.000 tonn árið 1981. Og gætu við farið þangað? Já. Með helmingin meiri þorskveiði? Já, sjálfsögðu. Svo erum við að lendi því núna og við sjáum það ég er ekki að fara með neitt, það þýðir ekki að vera með neitt draumóra í þessu. Ég veit að þessu verður ekki breytt. Af því það eru aðrir sem ráða. Og ræður ekki þjóðin ef að Jón segir að við getum veitt helmingi fleiri, þjóðin hlustar tvöfalt fleiri þorska, heldur að þjóðin vilji það ekki? Jú, en hún þorir ekki, það er allt, þetta er allt og glannalegt, segja menn alltaf. Þú er búin að halda þessu fram í 40 ár? Já. Og það hefur ekkert gerst sem sýnir það að hafi verið árangur af þessu kerfi sem hann var. Nei. Og í viðbót kemur það ekki bara minni afli, heldur landsbyggðin í sárum. Síðan er komið upp kannski annað og það er það að sjómenn það er svo mikill fiskur á miðunum að menn eru alveg enga stund að klára allt með þessi að færabátarnir að klára skammtinn sinn
hádegi sko. En það held ég að sjóminn hafi orðið fyrir hálfgerðu sjokki á föstudaginn því að margir þeirra sem ég talaði við reiknuðu með að nú yrði sko stórfelld aukning í veiðiráðgjöfinni. Já, já. Vegna þess að það veri bara allir firðir fullir af fiski. En síðan kemur ráðgjöfin og þá það eiginlega bara óbreytt í þorski. Þá óbreytt. Og það sem að gaf mönnum vonir það að árabil þá hefur verið hérna landburður að þorski, stórþorski hérna núna vestanlands og út allt sem að kannski var ekki áður. Og sjómenn vilja halda því fram að þetta sé grænlandsþorskur. Og það kom spurning frá einum. Þá hann utan jöfnunar. Að sjálfsögðu. En taka þeir ekki tilliti til þess í Hafrannsóknastofnun að þannig komin innflytjendur? Þeir neita því. Nú. Já. Sko, þarna spurði skipstjóri því, hann sagði, við verðum varið við hennar fisk þarna út á milli Íslands og Grænlands og hann kemur hérna í desember og hann gengur suður með fjörðum og allt þetta og þetta, menn vil ég meina að þetta sé grænlendingur. Og því var nú ekkit svarað öðruvísi en það að við erum nú að rannsaka þetta, við erum með DNA rannsóknir og til þess að sjá þetta. Þá greip ég nú orðið og sagði, ég hef þetta líka eftir einum mesta skipstjóra sem verið þarna, skipstjóranum á Guðmundinesi sem þarna á svæðinu við Gráluð og hann segir mér það ár eftir ár þá gerist þetta sama í desember fyrir að koma fiskur og hann að veiða niður á hérna 400 föðmum, miklu dýpi og hann með stein í maganum, hann með grjóti í maganum. Alveg svo Færeyingar sjá þegar fiskurinn kom frá Íslandi. Hann að þyngja sig. Til að ná niður í fæðuna. Hann tekur ballest til þess að komast neðar væntanlega. Síðan segir hann að hann gangi hérna inn á Vestfjarðamiðin og svo í Breiðafjörð og lengra. Svo sér hann aftur í maí þegar hann er á leiðinni heim. Og hann búinn að tilkynna þeim þetta og hann var í mörg ár. Og hann með sér búinn að senda þeim sýni. Ég spurði fórstjórann því að hann búið að senda ykkur sýni í mörg ár hérna, og hann hefur aldrei fengið svar. Engin viðbröð þessu. Og þá hérna kom nú spurningin það hvenær var ég búið að leysa þetta, leysa úr þessum DNA sínu. Þá kom það svar að það tæki nú langan tíma, þetta var erfitt verk og svona. Þá spurði ég fórstjórann því, byrju, það eru til aðrar aðferðir til þess að skera úr þessu. Og það er árið 1943 sem að skoti sem að heiti Thomson vann í Nýfundnalandi og greindi þorskin við Nýfundnaland í 9 undirstofna. Kannski ekki stofna en fjölskyldur eða grúppur eða hópa. Og hann gerði það með því að athuga vöxtin á fyrsta ári. Hann sagði sér svo að fyrsta árið á köldusvæðinum þá vex hann hægar. Og á hlýrri svæðin þá vex hann miklu hraðar. Þú getur lesið þetta úr bara beinunum eins og Já, þú lest þetta úr hristrinu vegna þess að þegar að fiskurinn vex þá leggur hann niður eina plötu hristir, svo þegar hann stækkar þá kemur önnur plata stærri undir og svo önnur undir já, eins og árhringir og svo kemur veturinn og þá verður styttra á milli þá sérðu, þarna kemur fyrsti vetur og hann að sjá það að breytileikin frá kannski 7 plötum á köldusvæðunum upp í 20 á hinum og með því að lesa, það mjög auðvelt að lesa þorskristur og með því að bakreikna það þá getur við séð vaxtarferilinn og ég búinn að rannsaka En hefur ekki skipstjórinn á Guðmundinesi látið fá hristur til þess að Nei, þetta var eiginlega fyrir þann tíma svo hef ég ekkert kannski fyrir þannig að standi því ég get nú fengið þetta hristur bara hérna í Faxaflóðunum ég var hérna á netabát og skoðaði þennan fisk en ég var ekkert að skoða hristrið ég ætla ekki að fara það langt en ég hef búinn að rannsaka þorsk víða við Ísland og við í Eystrasalti, Norðursjó og Írlandi og allt þetta og ég aldursgreina hann alltaf á hristri af því það miklu fljótlegra og auðveldara en það háð þeim annmarka ef hann hættir að vaksa þá hættir að koma hringir þannig að það sem hún sérðir hristri lágmarksaldur ef hann til dæmis 8 ára og hættir að vaksa 8 ára þá
þá getur hann verið 12 ára og sérð, en þú sérð ekki 8 hringi. En þú sérð munstrið eða hvernig vaxtar ferillin hann fer að hægja á sér og svo stoppar hann. Hvað getur þetta skipt miklu máli? Hvað væri stór hluti af þorsknum sem núna á Íslandsmiðum sem þá grænlandsþorskur? Það gæti verið 100.000 tonna. Þannig að það gerir eiginlega glórulaust að koma með veiðir á gjöf og horfa bara á íslenska stofnin. Já, ég skal fara aðeins yfir þetta, því að áður fyrr þá kom hér grænlandsþorskur og það merkingar sýndu það og í þessari bók frá 1943 sem Thomson skrifaði, þá fer hann mjög vel yfir alla merkingar við Grænland, Nýfundnaland, Færeyjar, Noreg og allt, heila businessið alveg fram að stríði. Og það það besta sem ég hef séð skrifað þetta. En það eins og nútíma maður hafa aldrei séð þetta. En hvað það? Að hann hann notar þetta til þess að aðgreina þessa stofna og segir frá aðferðinni í þessu. Og ég að sjá mismundi vaxtarferla í þorski, til dæmis í Arnarfirði eða í Tálknarfirði. Það mismundi vaxtarhraði. Þannig að þú getur með því að rekna út vaxtarferilinn, þá getur þú sé mismun á milli hópa. Og ef þú myndir nú búa til vaxtarlínuritt fyrir þorsk sem þú heldur að sé komið frá Grænlandi eða hvar sem hann kemur, þá eiga þeir að skilja sig að frá þessum íslenska. En það hefur ekki verið gert. En áður fyrr, þegar kom grænlandsfiskur hér, og þeir viðurkenndu það, þegar spáin þeirra klikkaði, þeir svo veiðiði 350.000 tonn og það veittist 450, já, þá segðu þeir, það að því að kom grænlandsþorskur. Það var afsakað með því, núna vilja þeir ekkit kannast við þetta. Það var nú talað svona grænlandsgöngur þegar ég var á sjó fyrir mjög lungu síðan. Sjálfsögðu. Og þá töldum við ekki að þekkta hann var í svona aðeins afturmjórri, aðeins dekkri. Það var svona eldri menn sem að þóttust geta þekkt. Það ennþá þannig. Ja. Það ennþá þannig að þeir vilja ekki viðurkenna þetta. Enda kannski bæði myndi það sína sig þá ráðgjöfin vitlaus vegna þess að inni henni grænlandsþorskur sem dregur úr veiðum á þeim íslenska. En þú ert komið með aðra svona sálfræðigreiningu sem svo að með tölvunum og aukinni reiknigetu að þá hafi fiskifræðingarnir hætt að sjá líffræði þekkinguna og eiginlega litteratúrin sem að var til áður. Heldur bara lagt allt traust sitt á reiknigetuna. Já. Og módelin sem voru að smíða með og þeir eru hættir að sjá raunveruleikann fyrir módelinu. Já, og þessi fasta dánatala 20% á ári sem búin að nota í öll þessi ár fyrir allar aldursflokka og alla fiska, hún stenst ekki, hún náttúrulega breytileg, ég búin að sýna fram á það. Og hún var ákveðin að Jóni Jónssoni hér einu sinni með aðferðin sem eru mjög afasamar. En hún alltaf notuð kritisk laust, þó að menn sjáu það að fiskur hrynji niður kannski á þess að hann hafi verið veiddur. En svo líka annað í þessu grænlands, það tvennt. Það það að ráðgjöfin, það kemur í ljós að hvað erum við að ráðgjöfa ef við verum með 2 stofna og svo annað. Hvað segja grænlendingar ef við fyrir að segja að hér allt fullt af grænlendingi? Vil ég ekki fá veiðiheimildir hér? Gæti verið. Það séu pólitískir hagsmunir þannig baka. Já, það hugsanlegt. En þetta eru gríðarlegir hagsmunir, svona tvöföldun á þorskaflanum, þetta eru tugir, það bara slæri yfir 100 milljarða. Þannig að það eru gríðarlegir hagsmunir sem að liggja undir þessari veiðiráðgjöf og þessum aðferðum sem eru notaðar, sem eiginlega aldrei redda lengur. En hins vegar heyrir maður alltaf svona stjórnmálafólki og fleira, jafnvel þeir að ræða neikvæðar afleiðingar kvótakerfisins, að þá byrjar fólk yfir þetta á því að segja, en ég náttúrulega styð fiskvendunarkerfið, sem eiginlega ráðgjöf Hafró. Áður en menn fara að deila það hvernig ég að deila arðinum á auðlindinni, að þá eins og allir þurfa að gangast við því að viðurkenna veiðiráðgjöf Hafró. Já, það gerir það. Núna til dæmis var skipuð þessi stóra nefnd, Svandi skipaði stóra nefnd. Til þess að hitta hann, þú komst til mín og sagði mig frá því þegar þú fórst og hittir hann á fyrsta tali í 20 mínútur. Já, ég gerði það, ég var það, búin að því. En svo... Hafði það áhrif á nefndina? Síðan hef ég ekki fengið neinn viðbröð. Svoleiðis ég skrifaði formanni þessa hóps bréf og með afriti til ráðherra, náttúrulega. Það sem ég að segja að ég var að fara við plögg sem nýbúin að senda út og þá hvergi minnst á það sem að ég var að flytja í erindunum mínu að fiskveiðistefna var í röng. Svo munar alveg rosalega miklu.
og árangurslýs í löndunum í kringum okkar það sama, það sem sama gert. Byggja upp fiskstofna með aflasamrækti, það ekki hægt. Og það enginn haft samband, segi ég við hana hérna. Mér finnst það ótrúlegt að þessi gagnrýni skuli vera sópað undir teppið. Já, miðað við hvað hagsmunir eru gríðarlegir eins og ég að benda á hérna, þetta séu kannski 100-150 milljarðar. Já, það voru tekin 480.000 tonn 82, en núna síðan 200, það helmingur, minn en helmingur. Og það til umhugsunar, aðferðafræði þessi á að vera til umhugsunar. Þegar þetta svona ljóst, það bara statistikki segir okkur það, að þar sem þessi beitt, þá minnkar afli allstar. Og því alltaf, ofviðin alltaf kennt En ég fekk það svar frá formannu strax að þakka mér nú fyrir þetta sko, hvað sá hún? Hún sagði að það gott að fá punta fram sem aðilum finnst vanta. Ég svaraði nú með því að þetta væri engir puntar. Þetta myndi þýða byltingu á hugsunarhætti og vinnubröðum. Og ég veit ekki hvað kemur út af því. En það ólíklegt að koma mikið út úr því. Ég hugsa það er bara búið ákveðið einhvers staðar og það eina sem hafa ákveðið í þessari nefnd það skuli vera kvótakerfi og það sem það þarf að gera fyrir Hafró þarf að veita það meiri peninga. Og engin umræða þetta? Engin umræða. Milli okkar hérna? Já, milli okkar og fleiri. Það nú fleiri menn í þessu, það fullt af mönnum sem að gagnrýna. Það ekki hlusta á. Þú sér þetta ekki í fjölmiðlum að reyna ráði? Nei, Sveinbjörn skrifa greinar stundum og Artúr og fleiri góða menn en að sé rættu þetta í alvöru maður og hann sé þreyttur á því að maður skuli vera álitun einhver sérvitringur. Þetta nú bara okkar líffræði sem við erum búin að læra og það varð skilnaður á milli ferskvatnsstefnunar og Hafró í Noregi, í Bergen, það var bara reistu múr á milli, talast ekki við. Þú ert ferskvatnsmegin? Já. Þú ert alinn upp sem fiskifræðingur í vötnum. Já. Meðal annars í Noregi, eða ekki? Jú. Það núna var ekki verið að ræða það að draga úr bleikjuveiði á Íslandi? Jú. Hvernig lístur á það? Það bara ótrúlegt að menn skuli ennþá vera þarna, sko. Það sagt að bleikjan sé að hafi farið mjög aftur og sé að skreppa saman stofnarnir í síðustu ár. Og helsta skýringin á því sé hlýnun loftslags. En ætti það ekki almennt að vera meiri matur í hlýnun? Jú, við skulum aðeins fara í þetta byttu og eina ráðið til þess að bregðast við því ef að náttúra væri svona þá þeim við að taka minna til okkur og það því sem þetta draga úr veiði. Og það svolítið gaman að því að þetta nú í Eyjafirði sem menn hafa vælt mest. Sko, í Eyjafirði var bleikjuveiði stundu þannig að það var dregið á Eyjafjarðará og fleiri ár og veitt til matar. Það voru flestir bændur út með Eyjafirði með silunganeti í sjó. Og þeir veittu mjög mikið. Eða mikið, þeir stunduðu sína veiði alltaf og það var ekkert láta á því. Svo koma stanguði menn til sögunar og þá vilja þeir náttúrulega hætta þessu netaveiðum og svona. Og það hefur smámsáðan verið að þrengja að því. Og núna eru mjög fáir og nú vilja þeir banna spúnaveiðar eða veiðar á pollirum á bátum og banna alveg fisk, veiðar í net, bleikjuveiðar í net og sleppa öllum bleikjum inn í Eyjafjarðará. En má ég gíska? Þú ætlar að segja að vandamálið sé ekki að það sé of mikið veitt, þetta sé of lítið veitt. Já. Já, sko, þetta svolítið skrítið að sko, þeir setja á veiðasleppa í Eyjafjarðará, þá náttúrulega minnkaði aflinn og aðalega vegna þess að menn fór ekki að nenni ekki að fara að veiða þeir þurfa að sleppa öll aftur. Menn voru að veiða sér til matar, stákveiðimenn. Þar með minnkaði veiðitölunar og svo framvegis. Síðan sögðu þeir það þeir að friða þetta vegna þess að, sko, að þetta bara gengi ekki lengur. En þá komum mótur okkur, það var veitt hérna frá öllum bæjum með netum og þá var allt í lagi. Já, það nefnilega vegna þess að þá var stofnin miklu sterkari. Og þá kemur spurning, af hverju var hann sterkari? Og þetta eiginlega sömu lögmóni, þetta sama þrætan. Já, ég búin að sjá í sama firði. Þar var hætt að draga á og
Hinir vildi ekki flýða því að fara að koma upp stanguð, voru alltaf að veið og dróa á og ég spurði, var ekki meira afli hjá þeim? Jú. Herðu, en að þið hefur búin að standa í þessu svo lengi og búin að heyra öll rökin á móti og ertu örugglega að velta þig fyrir þessu, hvernig stendur á því að við sem þjóð erum að neita okkur það að veiða þorsk, veiðum bara kannski helmingin af því sem við gætum og við erum að skaða hagsmuni okkar. Hvað það sem að veldur því að við sem hópur getum tekið svona ákvarðanir sem eru gegn okkar hagsmunum? 80% þjóðar er samkvæmt skoðanakonum á móti kvótakerfinu. Þannig að 80% af þjóðarinnar er svolítið saman á þér? Eða hefur upplifað ágalla kvótakerfisins? Já, ágalla þess og En þeir sem taka ákvarðanir er ekki í þessum 80%, þeir eru í 20%. Já, og gæta því líka að sko þetta kemur, það er margt sem spinnst þessu kvótakerfi, það má segja einokun og þeir eiga sko togarana, þeir eiga vinnslulínunar, þeir eiga flutningslínunar, alveg fram í neytandan í útlöndum, þeir eiga fyrirtæki í erlendis sem kaupa fiskinn. Þeir eiga mokkan? Þeir eiga mokkan? Já, það nú allt í leið. En þeir eiga líka sölufyrirtækin sem þeir selja fiskinn á 100 kall kílóið og selja hann út úr þeirri vest með 120 og þessar 20 krónur kom ekki hingað. Þær fara bara einhvað annað og þeir eru í svo vandræðum með peningana sína að þeir verða að kaupa upp all fyrirtæki landsins. Þannig að þetta myndi gjörbreyta til dæmis gjaldeyrisskilum og öðru. Ef að aðrir fengi að veiða í sóknardagakerfi þá eru þeir ekki lengur einokandi. Það er meira sér þannig að ef þú ætlar að selja fisk úr landi sem einhver utanakomandi aðili, við farum að selja fisk, þá getur þú hvergi keypt hann. Vegna þess að þú kemur til einhvers lítils framleiðanda og vilt kaupa hann 10 tonna ísu, þar sem ég get ekki selt þér vegna þess að þá hættir gummi útgera maður að kaupa mér. Þeim er haldið. Það er búið að loka þessu kerfið bara. Já, og svo var einhvað allir sem að seldi ekki til sölumiðstöðunar, þeir voru settir út á gattin í gamla daga sko. Það var bara einokun og það er það sem að gildir núna og þess vegna er þessu kerfi viðhaldið og þeir eru bara ánægðir með það að fá ekki meiri afla. Það var að segja að meirihluti þjóðarinnar, þjóðin í heild, hún tapar á þessu systemi. Það eru örfáir sem að græða á þessu systemi. Já. Og þess vegna er það í gangi. Já, og þeir stjórna pólitíkinni. Svo segir sagan. Svo að maður sé ábyrgur orða sinna. Jón, takk fyrir að koma og hjálpa okkur að skilja ráðgjöf Hafró. Já. Alltaf gamla að spila við. Já. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld en við á samstöðunum erum ekki hætt því að hérna á eftir kemur þátturinn miðnætti í Kænugarði. Þetta er augnablik.